Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 12. nóvember árið 2024 og settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1402 og mætt til fundar eru eftirtalin bæjarfulltrúar. Það Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Líf og Skarstað, Kristinn Halli Sveinsson, Þórður Guðjónsson, Ragnar B. Sæmundsson og Einar Brandsson og sá sem hér talar, Valgarður L. Jónsson, gegni embætti forseta bæjarstjórnar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við göngum til dagskrár og þá byrjum við á máli númer 1. Fyrsti fundarliður hefur málsnúmer 2403-246 til loftlyftukerfi á Laugabraut 8 en bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 24. október síðastliðinn viðauka númer 21 og vísar hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn að fjárhæð 5.736.000 sem mætt verður með auknu framlögum úr jöfnunarsjóði vegna málefna fatlaðs fólks og eða með styrk ef það kemur í ljós að verkefni sé styrktarhæft. Þessi upphæð færist á til 0008100185 og orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem, það fulltrúi Kristinn Halli Sveinsson sem fær orðið yfir svo vel. Forseti, okkur til bæjarfulltrúa, það stjóri og aðrir sem á hlýða. Það sem kom að fylgja þessu hlaði, þetta snýst að loftlyftukerfi eins og sem liðurinn heitir, eru bara lyftur í lofti til þess að færa íbúa á Laugabrautinni á úr rúmi og í stóla og gera bara umhverfi aðstoð fólks og bæta öryggi þjónustuþegana. Þetta náttúrulega, það hefur verið stofnað til landsinu með svona persónulyktara sem eru hjólum og það bara mun erfiðara kerfi og svona ekki eins ergonómískt gott eins og loftlyktur þegar út að vinna með fullorðna einstaklinga. Þannig að þetta bara mjög ánægður að vera komin á stað að vera að samþykkja viðauka til þess að fylgja þess eftir og klára málið. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það fundarlið númer 1. Svo ekki, þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 21 við fjárhagsáætlun yfirstandandi árs að gera svo vel að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Við förum í annan fundarlið, málsnúmer 2410-120, fjölið stytting vinnuvikunnar í 36 stundir. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 22 við fjárhagsáætlun ársins 2024 á fundi sínum þann 31. október síðastliðinn og vísar honum hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn að fjárhæð krónur 1,5 milljón sem mætt verður með auknum framlögum úr jöfnunarsjóði vegna málefna fatlaðs fólks. Þessar það. Já. Að sömu fjárhæð sem færist á deild á 0008100185. Orðið laust viðauka númer 22. Það fulltrúi Kristinn Sveinsson, gjörðu svo vel. Okkur til bæjarfulltrúar, það stjóri og aðrir sem á hlýða. Hér erum við
erum að ræða bara aukin útgjöld vegna kjarasamnings stefnenda í félöginni. Það þegar komin betri vinnustund, stytti vinnutímann niður í tæpa 39 klukkustundir og nú síðan síðast samningur sem betri vinnutími 1:36 og við erum að mæta því með þeirri mönnum sem þetta verður með annarkvort með aukinni mönnum eða með minni þjónustu. Minni þjónusta í félöginni þýðir bara aukin þjónusta annars staðar, þannig að rétta leiðin að halda félöginni opin eins og hefur verið og við tryggjum það með þessum auðvitað. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Annan fundarlið. Svo ekki, þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 22 að gjöra svo vel að gefa merki. Samþykktu með nýja atkvæði. Þá erum við komin að þriðja fundarlið. Málsnúmer 2406-017, fjárfestinga og framkvæmdaáætlun 2024 til 2033. Að ræða viðauka við fjárfestinga og framkvæmdaáætlun yfirstandandi árs, 2024. Bæjar samþykkti viðauka númer 23 á fundi sínum á 7. nóvember síðastliðinn og vísaði til bæjarstjórnar til samþykktar. Að ræða aukningu á fjárfestingu og framkvæmdaáætlun yfirstandandi árs, samtals að fjárhæð krónur 533.880.424. Ráðstöfuninni mætt með lántöku. Þá gef ég orði laust þennan fundarlið. Það fulltrúi sætis Alexía Sigurmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem hafa til hlýða. Mig langaði bara að koma upp og brýna fyrir okkur aftur varðandi verklagið í kringum viðaukagerð þegar kemur að fjárfestingum hjá okkur og framkvæmdum. Mörg þessar verkefna sem að liggja fyrir núna, varðandi aukningu og verðum samþykkja viðauka fyrir, vissum við alveg í upphafi árs nánast með mörg þegar við þurftum að grípa til viðaukagerðar í kærnefnum. Langar svona betur við til þess aðeins að halda þessu betur á lofti og tryggja aðeins kannski hraðari afgreiðslu í þessari viðaukagerð þegar kemur að hugsanlegri hækkun á fjárfestingu sem við nú þegar samþykkt. Það kallar líka alveg á kannski rýmingu hjá okkur sem skipur og sundfyrir að við erum að taka þessi verkefni ofta fyrir hjá okkur og rýna hans í kostnaðarþáttinn sérstaklega. Ég veit alveg að þetta getur alveg verið snúið þar sem að reikningar eru ekki að berast strax inn, en við ætlum að geta aðeins að staðla þetta verklag betur þannig að við sem fylgjast betur með þessu. Þannig að ég veit bara koma upp og hvetja okkur aðeins þess að halda betur utan þessar verkefni því að við erum með mjög stór og krefjandi nýfjárfestingar sem eru mjög kostnaðarsamar fyrir okkur. Þannig að við erum að samþykkja núna rúmlega 500 milljónir í aukningu út af umfangi verkefna sem við erum að kosta á þessu ári. Takk fyrir. Takk fyrir. Fulltrúi sætis Alexía. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Varðandi viðauka númer 23. Svo ekki. Þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 23 við yfirstandandi eða núgildandi fjárhagsáætlun að gjöra svo vel að gefa merki. Samþykktu með nýja atkvæði.
Förum við í 4. fundarlið, málsnúmer 24.11.022, lán langtímafjármögnun, útboð. Unnið hefur verið að fyrirkomulagi útboðs vegna langtímafjármögnunar Akraneskaupstaðar. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 7. nóvember síðastliðinn fyrirliggjandi tillögu útboðsskilmála vegna langtímafjármögnunar og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust með þetta mál. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá biður þá sem að samþykkja fyrirliggjandi tillögu útboðsskilmála vegna langtímafjármögnunar að gjöra svo lengi á merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Förum í 5. fundarlið, málsnúmer 24.10.278, Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, fjárhagsáætlun 2025. Bæjarráð samþykkti fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Vesturlands á fundi sínum þann 7. nóvember síðastliðinn og vísaði til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Það er enginn sem að óskar eftir að taka til máls, þeir sem samþykkja áætlunina að gjöra svo lengi á merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Það búið að setja aðeins að ráðfæra sig við fundarritara. Áður en lengra er haldið þá ætla ég að gera þá dagskrártillögu að fundarliðir 6, 7 og 8 verði teknir fyrir í einni umræðu, þar að segja fundarliður númer 6 sem er fjárhagsáætlun Höfða, fundarliður númer 7 sem er fjárfesting og framkvæmdaáætlun 2025 til 2034 og fundarliður númer 8 sem er fjárhagsáætlun 2025 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 26 til 28. Það hefur verið ein umræða en þessa 3 fundarliði en afgreiðsla þeirra verði að sjálfsögðu á hverjum fyrir sig. Einhver sem að hefur andmælum við þessu skipulagi mála. Nei. Þá ætla ég að lesa innganginn á þessum 3 málum. Það er að segja 7. fundarliður, málsnúmer 24.10.292, Höfði fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 7. nóvember 2024 að vísa fjárhagsáætlun Höfða vegna ársins 2025 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2026 til og með 2028 til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akranes sem framfyrir þriðjudaginn 12. nóvember, sem sagt í dag. Áætlunin vegna ársins 2025 gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu af fjárhæð 18,5 milljónir króna og bæjarráð fyrirhuga frekari rýningu á áætluninni á milli umræðna. 7. fundarliður, málsnúmer 24.09.132, fjárfesting og framkvæmdaáætlun 2025 til 2034. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 7. nóvember síðastliðinn að vísa fjárfestinga og framkvæmdaáætlun ársins 2025 og vegna tímabilsins 2026 til og með 2028 til fyrri umræðu í bæjarstjórn
sem framfer í dag, þriðjudaginn 12. nóvember. Frekari rýning á áætluninni mun fara fram á milli umræðna. Svo það 8. fundaliður, málsnúmer 2406-142, fjárhagsáætlun 2025 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2026-2028. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 7. nóvember síðastliðinn að vísa fjárhagsáætlun ársins 2025, 3 ára áætlun vegna áranna 2026 til og með 2028, ásamt tillögum sem meðfylgjandi eru áætluninni til fyrri umræðu í bæjarstjórn Akraness. Áætlun samstæða Akraneskaupstaðar gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu af fjárhæðum 115 milljónir króna. Frekari rýning á áætluninni mun fara fram á milli umræðna. Og áður en ég gef bæjarfulltrúum orðið laust, þá ætla ég að biðja bæjarstjóra að koma í pontu og fara yfir helstu hagstærðir og áhersluþætti í fjárhagsáætlun. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við umræður fjárhagsáætlun haustið 2023 og fjárhagsáætlun 2024. Lögðu við áherslu á varfærni. Umhverfi okkar sumarið á haustið 2023 var að hái vextir og há verðbólga var farin að bíta og varfærni við undirbúning fjárhagsáætlunar fyrir árið 2024 var okkar eina leið. Akraneskaupstaður hefur lengi haft sterka fjárhagslega stöðu á flestum mælikvörðum sem notaðir eru fjárhag sveitarfélaga. Það er ekki sjálfgefin staða sveitarfélags sem vaxið hefur jafn krafti sem fjölgun íbúa undanfarin ára gefur til kynna. Við þekkjum mörg dæmi sveitarfélög sem hafa átt og eiga í erfiðleikum að standast kröfur fjárhagslega sjálfbærni samhliða öflugu þjónustustigi sem gerði krafa að hendi sveitarfélaga og sterka velferðarþjónustu. Þetta umhverfi Akraneskaupstaðar eigum við að þakka ábyrgum bæjarstjórnum undanfarinna ára og góðum stjórnendum stofnana Akraneskaupstaðar og vandvirkni þeirra og ábyrgð í störfum sínum. Það var sannarlega rétt ákvörðun fyrir ári síðan að rifa segginn og halda uppi aðhald í rekstri og endurskoða áform fjárfestingar og frekari uppbyggingu. Fyrir nokkrum dögum var 160 ára afmæli bókasafns Akraness minnst. Þá var einmitt rakin sú saga að 12 ár liðu frá því ákvörðun byggingu og bókhlöðu var gerð í bæjarstjórn og þangað til byggingin var tekin í notkun. Fyrir hálfri öld var byggt íþróttahús við Vesturgötu sem einnig tók mörg ár að ljúka. En nú reynum við að ljúka framkvæmdum innan settra tímamarka og framkvæmdageta sveitarfélagsins er mikil. Heildarumfang fjárfestinga og viðhaldsverkefna á yfirstandandi kjörtímabili lætur nærri að vera 9 milljarðar króna. Væntanlega mun það vera mesta fjárfestingarátak kaupstaðarins í ríflega 80 ára sögu hans. Þetta var ekki valkvæð fjárfesting eða lúxusákvörðun. Lögbundin verkefni sveitarfélags kröfðust þess að við vildum ekki láta ófreistað að takast á við nauðsynlegt og dýrt viðhald. Við höfum haldið áfram með fullum krafti í framkvæmdum okkar og við munum ljúka þeim á þeim tíma sem við höfum áætlað, þrátt fyrir að utanaðkomandi aðstæður sem knýja okkur til að endurmeta stöðuna og áætlanir okkar til lengri tíma. Veruleiki okkar er að umsvif í hagkerfinu á landinu er að draga saman. Nýjasta þjóðhagsspá Hagstofunnar staðfestir að hagkerfið er að kólna. Það birtist okkur í minni hreyfingu á sölu byggingaréttar og lóða sem er það súrefni sem þurfum á að halda til að halda fjárfestingaverkefnum okkar áfram. Rekstur sveitarfélags er alltaf nauðmikið rekstur. Það er í eðli þess rekstrar sem við berum ábyrgð á að fara vel með fjármuni íbúanna, skattana sem til greiða og það er því á mörgum kennitölum Akraneskaupstaðar hægt að sjá að hér er farið vel með fjármuni og þegar þannig er, þá er ekki einfalt að bregðast við samdrætti. Þá höfum við ekki farið varhluta af áföllum í okkar nærumhverfi eins og skertri getu til að afhenda raforku til okkar mikilvægasta atvinnugreinar sem er nýting og raforku og grundartangum. Við urðum fyrir áfalli fyrir eitt stærsti vinnustaður Akraness sem var gjaldþrota síðastliðið sumar og í fyrsta sinn í mjög langan tíma erum við að sjá atvinnuleysistölur Akranessi yfir landsmeðaltali sem vonandi verður aðeins í skamman tíma. Það var ekki loðnuvertíð og það var ekki hvalvertíð og allt safnast þetta saman í að tekjur sveitarfélagsins er ekki þær sem við hefðum mátt vænta í góðu árferði.
En á móti kemur að sveigjanleiki í vinnumarkaðar er meiri en áður og atvinnutækifæri önnur. Atvinnusvæði okkar er mun stærra en aðeins bæjarmörkin. Akraneskaupstaður tekur þátt í aðgerðum sem tengjast gerð kjarasamninga á vinnumarkaði og því fylgja skorður og áskoranir fyrir rekstur sveitarfélagsins. Því getum við fjárhagsáætlunargerð 2025 ekki horft fram hjá því að staðan er viðkvæm en bati í efnahagsmálum þjóðarinnar er sýnilegur, verðbólga fer lækkandi, vaxtalækkun er hafin, en það skiptir fyrst og fremst máli að batinn sé orðinn áþreifanlegur og kominn í hús áður en við ákveðum frekari skref og breyttar áherslur. Það er alltaf vandi áætlunargerðar að fylgja eftir miklum vexti en mun hættulegra er að sjá og ná ekki að bregðast við samdrætti fyrir útlitið versna. Ég segi við þessar aðstæður sem nú eru að bæjarstjórn ætti að hafa fullt tilefni til að endurmeta áætlanir sínar líður árið 2025. Því það bíða mörg og mikilvæg verkefni sem við höfum lofað að standa við og við þurfum að standa við. En til að endurskoða áætlanir til að ákveða hraðari uppbyggingu á miðju ári þarf kröftugan og skýran viðsnúning. Að sama skapi þarf áætlunarbókin okkar að vera opin til endurskoðunar ef samdráttur verður meiri en áætlanir spá um. Akraneskaupstaður hefur lagt mikið inn í að búa í hagi. Íbúðaruppbyggingu Akraness er áfram góð og Akraneskaupstaður er eitt af örfáum sveitarfélögum í landinu sem stenst áætlanir sínar í húsnæðismálum og nú er verulegt framboð lóða til reiðu hér á Akranesi. Einmitt er að hjól atvinnuhagkerfisins fara aftur á meiri hraða og verulegt framboður á lóðum fyrir atvinnufyrirtæki í Flóahverfi og svo lengi mætti telja. En þrátt fyrir þessu upptalningu hefur okkur borið gæfa til að auka hér og bæta lífsgæði þeirra sem búa og starfa á Akranesi með þátttöku í að efla farsæld barna, reka faglega sterka leik- og grunnskóla, auk þess að standa myndarlega að íþrótt- og æskulýðsstarfi og við verðum vitni að því hve mikið gæði það er að hafa skapað félagsstarfi eldri íbúa á Akranesi góða aðstöðu og vera nú þátttakandi að stíga stærri skref í þá átt að taka þátt í samstarfsverkefninu gott að eldast og það verði gott að eldast á Akranesi. Allt fyrir þetta lífsgæði sem horft er til þegar fólk velur sér búsetukost og það mun ráða til lengri tíma hver verður samkeppnishæfni Akraness. Ef þannig má orða hlutverk sveitarstjórna sem fyrst og fremst heldur utan samfélagslega skyldur og ábyrgð á velferð íbúa sem. Við munum á næsta ári ljúka risastórum viðhalds- og nýbyggingaverkefnum. Það er endurbygging og stækkun grundaskóla og bygging á íþróttahús og jaðarspökkum og hvor framkvæmdin sig hefði verið myndarlegt uppbyggingarátak og við förum langt með að ljúka endurbótum á íþróttahúsinu við Vesturgötu. Á sama tíma erum við að ljúka stórum áfangum í gatnagerð, bæði og nýju íbúðarsvæði, þar sem við höfum bæði brotið nýtt land í Skógarhverfi og við vinnum að þéttingu eldri bæjarhlutarins á Sementseyri. Akraneskaupstaður mun ljúka innleiðingu og breytingum á fyrirkomulagi vegna söfnunar og sorpi sem fylgja lögum hringrásarhagkerfi og að því verkefni hefur unnið að fullum krafti á árinu sem nú senn á enda. Löngu tímabærar framkvæmdir við eldri grunnskóla okkar Brekkubæjarskóla eru komnar á gott skrið og verkefni þar mikil og næstu árum. Akraneskaupstaður með aðild sína hjúkrunarheimilinu Höfða er að hefja undirbúning að stækkun á heimilinu sem mun eftir stækkun hafa alltaf 99 rými og fyrir liggur vilji heilbrigðisráðherra til að fjölga þar vistunarrýmum. Þá er stækkun á leikskólanum Teigaseyri í fullum gangi og í framhaldinu er ákveðin að taka frekari uppbyggingu á leikskólastiginu. Þá eru ekki hér talið þau fjölmörgu viðhalds- og endurnýjunarverkefni sem stöðugt er unnið að. Umbótaverkefni í rekstri bæjarfélagsins er áfram í forgrunni. Stafvæðing starfseminnar er fjárfrek en til lengri tíma eðlileg þróun á starfseminni og á það að leiða til hagkvæmni. En umbótaverkefni í rekstri er á þessum tímamótum mikilvægasta viðfangsefni fjárhagsáætlunar 2025. Samdráttur er ekki alltaf allt slæmur, honum fylgir krafan aðhald, líka meiri skilningur á að þarf að vera. Hagráðin okkar þurfa nú á milli umræðna fjárhagsáætlunar að fara í vandaða vinnu, við rýni og áherslum á verkefnum. Við höfum tímann fyrir okkur, við erum ekki á bæðiskeri, en ef við bregðumst ekki við, þá gæti á síðari stigum þurft að fara í mun sársaukarfyllri aðgerðum. Helstu verkefni bæjarstjórnar frá mínu sjónarhóli er í dag. Stefnumótun fyrir Akraneskaupstað sem samþykkt var í ár að vinna
og vinna bæjarstjórnar að setningu fjárhagslega markmiðu fyrir sveitarfélagið. Þessi verkefni falla vel saman. Bæjarstjórn er vel meðvituð gildi góðra stefnumörkunar og setningu fjárhagslegra markmiða. Fjármálareglur í opinberum rekstri ríkis og sveitarfélaga voru settar til hliðar í kjölfar á heimsfaraldri. Þær reglur verða fullkomlega í gildi árið 2026. Fjárhagsleg markmið okkar eiga að vera innan þessara viðmiða, en samt er óhjákvæmilegt að markmiðin endurspegli þann raunveruleika sem við búum við, að tekist er á við meiriháttar fjárfestingar og viðhaldsverkefni. Ein kennitala í rekstri Akraneskautsstaðar er okkur í þessu sambandi erfiðari en önnur. Það er framlegð af rekstri bæjarfélagsins. Sú kennitala er svo sem í beinum hætti í samhengi við skuldaviðmið eða skuldareglu og með aukinni skuldsetningu þarf eðli málsins samkvæmt hærri framlegð. Akraneskautsstaður hefur í 2 ár fengið bréf frá eftirlitsnefnd fjármál sveitarfélaga þar sem bent er á að framlegð rekstrar standist ekki þau viðmið sem þar er unnið með. Það bréf eða sambærilegt bréf mun væntanlega berast okkur líka á næsta ári og við ætlum okkur 2 ár til að takast á við það verkefni að ná þeir settu marki. Það tekur tíma að ná árangri og til að ná árangri getur líka þurft að verja í upphafi orku, fjármunum og talsverðu vinnuframlagi til þess að ná þangað. Umbótaverkefni í rekstri er meginverkefnið og þau eru af margvíslegum toga. Umbótaverkefni eru líka endurskoðað tekjuhlið bæjarsjóðs. Það má ekki útiloka það fyrirfram. Við erum á framkvæmdaáformum með einn þáttur til að lækka lánsfjárþörf, en vöxtur bæjarfélagsins er líka mikilvægur þáttur í að takast á við verkefnið. Þar höfum við lagt vel inn í framkvæmdum okkar á undanförnum árum. Gamla konan sagði að það væri ekki eftir það sem búið væri. Auðvitað ætlumst við til að endurbætur og húsakosti sem er komið með einhverjum hætti tilbaka í aukinni hagkvæmni. Fjárfestingi gatnagerð þýðir að við eigum gríðarlega mikið inn í óleyst sölu og byggingarreikning. Við getum vaxið líka til að takast á við þetta vandamál. Á sama tíma við ætlum að setja okkur fjárhagsleg markmið og vinna að verkefnum stefnumótunar bæjarfélagsins, getum við aldrei litið undan í að sækja það sem við teljum eðlilega kröfur í kostnaðarskiptingum á milli ríkis og sveitarfélaga. Nú vil ég ekki nefna sérstaka málaflokka í því samhengi, mér finnst það oft ekki þjóna umræðuefni að nefna það. En kostnaðarskipting og tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga er eilífðarverkefni. Á þessu ári njótum við þess að lagfæringar hafa verið gerðar og við bárum væntingar til að á þessu hausti næðust fleiri áfangar. En það ríkisstjórnar og alþingiskosningar gera það verkum að við getum ekki við þessa fjárhagsáætlunargerð vænst verulegra breytinga. Ágætu bæjarfulltrúar, í þessum hefðbundinni kynningu bæjarstjóra fjárhagsáætlun 2025 hefur reynt að varpa ljósi á stöðu og horfur, en ég vil nú með einföldum hætti fara hérna í gegn nokkra myndir sem að kannski draga saman verkefni okkar við fjárhagsáætlunargerðina á næstunni, og við byrjum venjusamkvæmt að staldra við myndinu íbúðaþróunina og hún er að segja okkur að áætlunargerðin miðast við 2% vöxt og við höfum farið aðeins yfir 2% vöxt sem er síðustu 2 ár, en þegar síðan horfum aftur tilbaka fleiri ár þá erum við undir 2%, þannig að við teljum þetta að vera nokkuð raunhæft markmið. Og ef við förum síðan bara yfir helstu efnahagsstærð í bæri og byrjum á samstæðureikningnum, þá langar mér að byrja því að ræða þróun rekstrartekna, því að fjárhagsáætlun 25 gerir ráð fyrir að rekstrartekjur séu 13,3 milljarðar og hækki 10% frá áætlun 2024 með viðaukum, og fjárhagsáætlun næsta ára á eftir gerir ráð fyrir að meðtekjur hækki á meðtali 5,2% á tímabilinu 26-28 og endi 15,5 milljörðum á árinu 2028. Og þá er þetta sett fram hér myndrænt sem ég lagði í textanum. Hækkun á rekstrartekjum með 10% frá áætlun með viðaukum frá 24 á árinu 25 og 5,2% árunum þar á eftir. Skipt niður og súlurnar flokka niður hlutföllin á milli fasteignagjalds og lóðarleigu, framlög jöfnunarsjóðs, aðrar tekjur, útsvar og svo framvegis. Og ef við skoðum þróun rekstrarkostnaðar,
Í fjárhagsáætlun 25 gerum við ráð fyrir að rekstrargjöld séu 12,7 milljarðar króna og hækki 7% frá áætlun 24 með viðaukum. Launagjöld eru áætlað að hækki 554 milljónir frá áætlun 2024 með viðaukum. Annar rekstrarkostnaður hækkar 243 milljónir króna og lífeyrisskuldbinding hækkar 15 milljónir króna. Fjárhagsáætlun næsta ára og eftir gerir ráð fyrir að rekstrargjöld með afskriftum hækki meðaltali 4,3% á tímabilinu 26-28 og rekstrarkostnaður endi rúmum 15 milljörðum á árinu 2028. Og á myndin er súlu fyrir afskriftir, lífeyrisskuldbindingar, annar rekstrarkostnaður launagjöld og síðan hækkun frá fyrra ári og eðlilega eru afskriftir okkar að hækka vegna mikilla fjárfestinga og ef við tökum næstu mynd þróun rekstrarafkomu fyrir afskriftir og fjármagnsliði. Rekstrarafkomu fyrir afskriftir og fjármagnsliði er áætluð á árinu jákvæð 584 milljónir samkvæmt fyrirliggjandi tillögu. Gert er ráð fyrir að heildar rekstrartekjur aukist 2,2 milljarða á spátímabilinu 25-28. Áætlað er að rekstrartekjur samtals muni aukast tæpa 551 milljón króna umfram rekstrargjöld á spátímabilinu. EBITDA framleiðir áætluð 4,37 á árinu 2025 og gert er ráð fyrir að EBITDA framleiðir fari hækkandi á spátímabilinu endi 7,29% á árinu 2028. Og við bætum núna 2 línum inn á þessa mynd þar sem að við erum eiginlega kristalla verkefni sem að við vorum að ræða áðan sem koma fram í bréfi eftirlitsnefndarinnar til okkar. Með hærri skuldsetningu þurfum við hærri framlegð frá rekstrinum og það er raun og veru verkefni núna eins og við nefnda áðan á næstu 2 árum að ná þessum markmiðum okkar og færa jafnvel til þessar línur sem eru að leggja fyrir fram í fyrsta áætlun þannig að við komumst fyrir að þessu marki. En verkefnið er í orðanna hljóðan eitthvað í kringum 350 milljónir á fyrra ári og eitthvað verkefnið er 700 milljónir á 2 árum ef við sitjum niður á 2 ár. En ef við myndum ná 300-350 milljónum á þessu ári og vonandi eru aðrar efnahagslega aðstæður í samfélaginu okkur þannig að bitin verði ekki jafn stór á næsta ári þess sem að við gerum okkur eðlilega vonir að vaxa út úr þessu vanda sem við stöndum frammi fyrir en þá þurfum við líka að móta í gæta því að halda okkur höndum í okkar rekstri. Þróun á rekstrarafkomu var þessi mynd en ég sé forseti að skjánum, já, ég er náttúrulega að plata mig hérna. Fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga næsta mynd. Samkvæmt viðmiðum eftirlitsnefndar sveitarfélaga rekstrarjöfnuð. Það rekstrarjöfnuð að vera jákvæður á hverju 3 ára tímabili og við sjáum þá súluritinn frá 2018 til 2028. Þróun rekstrarjöfnuðar frá 18 hefur tekið miklum breytingum aftur af því að vera jákvæður 2 milljarðar krónur 2019 og þessum hafa setið lengur í bæjarstjórn þetta er ég komið að því verki, ég veit að ástæðurnar fyrir því, þá var nokkur sérstakar aðstæður. Yfir það vera jákvæður 113 milljónir árið 2024. Þetta er ráð fyrir samkvæmt áætluninni að rekstrarjöfnuður aukist aðeins næsta árin og skuldaviðmiðið, það er að segja heildarskuldir, skuldbindingar A og B-hluta sem hlutfall af reglulegum tekjum hefur einnig tekið umtalsverðum breytingum frá 2018. Þá var skuldaviðmiðið 26%, fer upp í 74% 2024 og endar í 60% á áætlunartímabilinu árið 2008. En skuldaviðmiðunarregla sem eftirlitsnefndin miðar við er 150% og við erum talsett í það minnsta frá því viðmiði. Til þess að bæta því kannski inn á eða eftirlitsnefndarreglunni þarna inn en þarna kemur þá skuldaviðmiðunar línurítið inn á myndina sem við erum að horfa á sem verkefni okkar. Og fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga eru síðan hér á einni mynd. Eiginfjárhlutfallið var svipað á árunum 18-22 en fer lækkandi eftir árið 23 og gert ráð fyrir að standa í 42% í lok árs 28.
skuldahlutfall, það er að segja skuldir sem hlutfall af rekstrartekjum, hefur markvisst verið lækkandi árunum 1822, frá árunum 23 fyrir hlutfallið hækkandi og fer yfir 100% árið 24 og 25. Á spátímabilinu gert ráð fyrir að skuldahlutfallið fari síðan aftur lækkandi og endi 91% árunum 2028. Þannig að við förum í gegnum þessa miklu fjárfestingar sem að ég nefndi áðan væru umfangsmiklar. Það kemur það fram í bókunum okkar. Og við förum yfir málaflokka aðalsjóðs og við sjáum hvernig kökurítið skiptist á milli sviðan okkar, skóla- og frístundasvið, eðlilega langstærsta sviðið og að taka mest til sín þar og eftir velferðar- og mannréttindaráð. Þá kemur skipulags- og umhverfissvið sem grái liturinn og stjórnsýslan, fjármálasviðið sem þá gula kakan á myndinni og menningar- og safnamál síðan með ljósbláa litinn. Atvinnu- og ferðamál hafa síðan litla flís þannig en það sjálfum sér, vil ég segja ágætt á stjórn og forseti, alltaf erfitt að flokka með þessum hætti hvar atvinnumál eru því að í eðli sínu er þetta allt saman grunnur að atvinnumálum sem við erum að fást við. Skipting milli málaflokka er næsta mynd. Það er bíða til hún komið upp á skjáinn. Ég get vottað það, hún komin á skjáinn hérna megin, kemur ekki upp þarna. Nei. Þarna. Og við sjáum sér alltaf ekki að staldra við hana, þetta raun og veru bara sama mynd og við vorum áður með kökurítið sett fram með öðrum hætti. Og ég vil bara vekja athygli á að hún miðar við áætlunina 24 með viðaukum og síðan áætlun eins og stendur í tillögunni núna 25. Og það er fjárfesting sem að kemur þá hér og fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum og tekið til skattgerðartekna á árunum 18-23 var samanlögð fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum samtals 7,8 milljarðar. Fjárhagsáætlun 24 gerir ráð fyrir að heildarfjárfesting A-hluta verði 3 milljarðar króna. Á spátímabilinu gert ráð fyrir að heildarfjárfesting að teknu tilliti til skattgerðar og tekna verði 4,5 milljarðar króna. Ég langar að vekja athygli á glugganum sem kemur hann inn á þessa glæru sem að horfir eiginlega yfir kjörtímabilið 22 og fram til þessa dags og sem ég nefndi áður í innganginum að væru 9 milljarðar króna verkefni sem við erum búin að vera að fást við undanfarnum árum, þar að segja fjárfestingaverkefninu sem við værum sem 7,5 milljarðar og síðan meiriháttar viðhaldsverkefni önnur og aðrar framkvæmdir í rekstri sem að færast á gjaldameginu 1,5 milljarðar og þannig birtist fjárfestingar og viðhaldsverkefni nokkar stóru á liðnum árum og þegar maður horfir á myndina þá mikill stígandi í þessu framöndur árum en myndin sýnir kannski best af öllum myndum sem við dreigum hér upp í dag að við fjárhagsáætlunina 25 erum við aðeins að draga andan þegar við komum út úr þessum miklu verkefnum en að það verður sýnilega mikið fall. Það má líka bæta því inn í umræðu þessa mynd að bæjarfélaga þessari stærð með þá veltu sem við höfum væri kannski eðlileg fjárfestingar og viðhaldshlutfall eða viðhaldsfjárhæð einhvers staðar á bilinu 800 til 1000 milljónir á ári. Og við förum á þessa gamalkunnu mynd hvernig verkefni skiptast á milli einstakra verkefna. Sýnir myndin áætlunina fyrir 25 og síðan áætlunina árin 3 þar á eftir og skipting á milli gatnagerðar, frástjætta, velferðarmál, skóla- og frístundamál, brun- og almannavarnamál. Við sjáum á myndinni að velferðarmálin eru þessa stundina kannski með lægri upphæðir en síðan kemur fjárfesting vegna samfélagsmiðstöðvar til þarna 28 þó svo sú framkvæmd geti fjárhagslega hafist fyrr og raunverulega 30 milljón króna fjárfesting í því verkefni þarna reiknuð
eða sín 30 milljónir árið 26, skóla- og frístundamál sem eru þá eðlilega, það eru miklu framkvæmdir sem eru í grunnskólum og íþróttahúsum og síðan á seinni hluta áætlunartímabilsins vegna nýs leikskóla og ég vel ekki kannski lengur við þessa mynd en segi kannski bara að lokum ágæti forseti. Þegar við leggjum staðið þessa umræðu í ár fjárhagsáætlun að segja að bæjarstjórnin, hún er mjög vel nestu í þessu umræðu og við höfum á fjölmörgum vinnufundum bæði rýnt fjárhag sveitarfélagsins og við unnið í honum talsvert mikið á árinu með markmiðssetningunni í huga og vinnan við fjárfestingu og viðhaldsverkefni hefur bæjarstjórnin sameinast að ræða áherslur í þeim efnum og það er alltaf vinsælt að segja að það séu tímamót, en tímamótin okkar eru þau að við erum að sjá fyrir endan á risastórum verkefnum og á sama tíma vil ég leyfa mér að segja að það horfir eilítið betur efnahagsástand þjóðarinnar eða efnahagsástand í landinu. Í það minnsta er myndin aðeins skýrari heldur hún var fyrir árið síðan. Fyrir árið síðan vorum við á þeim tímamótum að það var óljóst með kjarasamningar sem dæmi sér tekið þó að nokkrir mikilvægir kjarasamningar sem snerta fjárhag kaupstaðarins með beinum hætti séu vissulega ennþá ekki frágengni, þá er nú í það minnsta verulegur hluti hestafla búinn og við erum líka að sýna árangur í rekstri bæjarins og það sáum við á myndanum á hann. Við höfum aukið afganginn á rekstrinum fyrir afskriftir verulega á þessum tíma en við þurfum að ná betur í þeim efnum og aðeins að lokum vil ég segja að það er engin ástæða til annars en að vænta að verði áfram verði fjárhagur Akraneskaupstaðar sterkur og okkur muni vegna vel í að hafa hér áfram blómlegt bæjarlíf með sterkum og framsæknum stofnunum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri Haraldur Benediktsson. Þá opna ég fyrir mælendaskrá þessa 3 fundaliði. Fyrst hefur beðið orðið bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka bæjarstjóranum fyrir hans góðu yfirferð. Ég held að hann hafi rammastöðuna mjög vel inn og einnig svona hverjar framtíðarhorfurnar eru hjá okkur. En samkvæmt venju undanfarinna ára þá hefur vinnan við fjárhagsáætlun verið unnin í góðri samvinnu, meiri og minni hluta. Sjálfsagðu eru einhver áherslumunur á milli aðila en ég tel að við höfum náð góðri lendingu fyrir fyrri umræðu. Það er töluverð áskorun að koma saman fjárhagsáætlun sem ekki sýnir tap þegar við stöndum í þeim sporum sem við gerum hér á Akranesi. Framkvæmdir hafa aldrei verið eins miklar og undanfarin ár sem hefur vissulega tekið í. Ef við leggjum saman þær fjárfestingar sem við höfum farið í frá 2022 og áætlum út áætlunar árið 2025 fékk ég 11,5 milljarða en það er þá ekki búið að draga að gera tekjur frá. Mér sýndist bæjarstjóri vera með 7,5 milljarða. En ég er í rauninni ekki búinn að uppfæra sem sagt tölu fyrri ára upp í það verðlag sem við höfum í dag. Og eins og kom fram í yfirferð bæjarstjóra að þá eru áætlaðar heildartekjur A-hluta 11,7 milljarðar tæpi. Þannig að við sjáum að þetta er gríðarlega miklar fjárfestingar fyrir ekki þó stærra sveitarfélag.
að á 4 árum erum við að fjárfesta fyrir í rauninni árstekjur sveitarfélagsins. Og ég held að það væri ekki mörg sveitarfélög sem geta staðið undir þessu, en með samstilltu átaki bæjarstjórnar liðinna kjörtímabila vorum við vel undirbúin fyrir þessar fjárfestingar. Að sjálfsögðu eins og hefur komið fram áður hér að þá eru inn í þessu verkefni sem við hefum gjarnan viljað sleppa við eða að minnstakosti hafa einhverja stjórn á því hvenær í tíma við höfum farið í þau verkefni. En eins og við vitum að þá hafa komið ýmis vandamál í stofnunum okkar og það á sama tímanum nánast, þannig að við höfum sem betur fer verið samhent í því að leysa þau verkefni samhliða þeim verkefnum sem við þó vorum komin á stað í. Við erum á þeim stað núna, við verðum að taka lán, en við vorum frekar skuldlítil áður en að þetta framkvæmdatímabil hófst. Það hefur í för með sér að í staðinn þess að við séum að fá fjármagnstekjur eins og við höfum yfirleitt fengið, þá þurfum við núna að borga vexti sem svo hefur í rauninni áhrif á getu okkar þá á öðrum sviðum. Vaxtaumhverfið svo ekki að hjálpa okkur, hvorki í fjármögnun og svo hefur það í rauninni haft þau áhrif að við höfum kannski ekki getað selt eins marga lóðir og við hefðum viljað. Þannig að þetta hefur svona aðeins tafið tekjuflæði líka. En ég er bjartsýnn og ég vona að umhverfið sé að batna og við bíðum að sjálfsögðu spennt eftir því hvað Seðlabankinn gerir á næsta vaxtadag og vona ég að það verði góð tíðindi sem koma þá og í rauninni hver sem við verða mun að hafa veruleg áhrif á okkar rekstur bara næstu ár. Eins og ég kom inn á áðan þá fór bæjarstjórinn vel yfir áætlunina, bæði fjárhags og fjárfestingarhlutann og ætla ég að lífa ykkur við því að fara að endurtaka mikið af því sem að þar kom fram. Og í vinnunni síðustu vikur og mánuðir höfum við velt fyrir okkur í rauninni hvar getum við hagrætt eða breytt einhverju og þannig að við útgjöldin hjá okkur minnki og einnig hvernig getum við aukið tekjur. Spurningin hvað lögbundin þjónusta sveitarfélags og hvað ekki hefur heyrst og það eitthvað sem að við verðum að velta aðeins fyrir okkur. Eitt sem við líka rætt fasteignaskattsprósentan. Við erum í rauninni langt undir þeirri hámarksprósentu sem að leyfð og má því segja að fullnýta ekki þá prósentu að þá erum við að verða af tekjum. Við höfum verið að lækka þessa prósentu flest undanfarin ár, hækkuðum örlítið á síðasta ári. Á þessum tíma höfum við verið að kvarta yfir því að skipting tekna milli sveitarfélaga og ríkis
sé ekki rétt og beri sveitarfélögin skarðan hlut í þeim skiptum. Við höfum til dæmis haldið því fram að okkur vanti 200 milljónir pluss á hverju ári frá ríkinu vegna reksturs málaflokks fatlaðra, en á sama tíma erum við að verða af tekjum vegna fasteignaskatts upp á svona 50 til 100 milljónum á ári, allt eftir við hvað prósentu við miðum við. Þetta þurfum við að skoða og móta okkur hugsanlega markmið hvað við viljum gera varðandi fasteignaprósentuna eða viljum við aflega vera að ræða það hvað við erum að gera í ár, sama prósenta, ef að lækkana eða ef að hækkana. Ég sagði hér fyrir einu ári að fyrir nokkrum árum hafi ég sloppið við að borga heilar 14.000 krónur, en á sama tíma og eignin sem ég var að borga af hafði hækkað 4 milljónir. Ég veit að það ekki leið til vinsældar að hækka prósentuna, en okkur hér við þetta borð að leita allra leiða til að láta heildardæmi ganga upp. Við stöndum jú frammi fyrir mjög sérstökum aðstæðum og það eru við íbúarnir sem jú þurfum alltaf að borga á endanum. Einn óvissuþáttur hjá okkur einn óvissuþáttur í launalínu hjá okkur að það er ekki búið að semja við alla okkar starfsmenn og eru kennarar þar á meðal. Hvað þar gerist getur haft veruleg áhrif, en í áætluninni er gert ráð fyrir potti sem á að dekka þau útgjöld sem vænta má út frá öðrum kjarasamningum. Stytting vinnuvikunnar líka í okkur, þar sem ekki er hægt að skerða þjónustu allsstaðar og því verður ekki mætt nema þá með auknum stöðugildum sem áttu kalla á aukin útgjöld, þó hugsanlega megi hagræða eða breyta einhverju í verkferlum. Allt eru þetta verkefni sem við verðum að fást við alla daga. Við munum á milli umræðna fara enn og aftur yfir hvort við getum gert betur. Vextir lækka vonandi nú í nóvember sem getur breytt stöðunni og hugsanlega breytast einhverjar aðrar forsendur. Það sem að höfði undir þessunni líka, þá langar mér aðeins að bara árétta ákveðna punkta í fjárhagsáætlun Höfða, en Höfði gerir ráð fyrir rekstrarafgangi upp á 18,5 milljónir. Óvissuþátturinn alltaf hjá okkur inn á Höfða að daggjöldin ekki endanlega vitað hvað verða á næsta ári. Þannig að í áætluninni er gert ráð fyrir ákveðinni hækkun, en hvort að sú hækkun verður akkúrat þannig ekki 100% öruggt. Þannig að það er smá óvissuþáttur. Öðru leyti reksturinn að ganga mikið betur. Við erum búum við það núna að við getum nýtt öll rýmin sem ekki var síðustu 2 ár, sem að skapaði þá tekjuvöktun á þeim árum, en við reiknum með að keyra vonandi alveg 100% nýtingu á þeim rýmum sem við höfum. En ég ætla ekki að fara dýpra í þá reikning, eða þá áætlun. Ég ætla bara að lokum, þá ætla ég að þakka
minnihlutanum fyrir samvinnuna. Við erum sammála markmiðið þó það sé áherslumunur hvaða leiðir og hvaða hluti og ákveðna hluti. En ég held að það sé bara eðlilegt. Takk félagar mínir í bæjarráði fyrir góðar umræður áætlunina í bæjarráðinu. Takk allir starfsmenn sem að málinu koma og þá sérstaklega Kristjana, Siggi, Palli, Dagný, Hildigunnur, Steinar og Halli sem hafa unnið náið með okkur. Takk félagar mínir í meirihlutanum og að lokum, Akranes gott og sterkt samfélag. Við eigum ótal tækifæri fyrir framan okkur. Búin að fjárfesta mikið í innviðum, bæjarbúum og fyrirtækjum til góða. Erum hvergi nærri hætt og erum einnig tilbúin að taka á móti nýjum íbúum og fyrirtækjum sem hingað vilja koma. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Einar Brandsson. Við ræðum hér fjárfundarliði, fjárhagsáætlun Höfða, fjárfesting og framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlun næsta árs og næstu ára. Og orðið laust að nýju þessa fjárfundarliði. Ég vil bara smá moment það ekki mál. Ég vil ekki þetta flýta okkur. Það fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fyrir orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir sem voru í sal. Við ræðum hér þessa þrjá liði. Fjárhagsáætlun Höfða, fjárfesting og framkvæmdaáætlun, 2034 og fjárhagsáætlun 25 og áætlun tímabil 26-28. Ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóranum okkar, Haraldi Beinteini, fyrir bara mjög góða yfirferð. Að vissu leyti þá leið mér eins og það væri að spila plötuna mína. Og ég hélt það myndi enginn gera því hún var orðið það raustuð. Ég held að Haraldur hafi bara kjarnað margt af því sem ég hef oft rætt mér í þessu púlti. Við höfum gríðarleg tækifæri fyrir framan okkur. Við höfum staðið okkur vel á þessu kjörtímabili og síðast það í skipulagsmálum, framkvæmdum, þarna gerð. Það er verið að vinna að stórum skipulögum. Það er stór skipulag að fara í vinnu. Og þegar horfur verða betri á efnahagsmarkaði, þá held ég að þarna verkefnið okkar verða að hlaupa hratt. En við verðum vonandi tilbúin. Við hefum mikið af lóðum í Skógarhverfi. Það er að koma inn lóðir á Dalbrautarreit. Við hefum lóðir í Semisveit og það er að fara gatnagerð í gang. Skipulag á Breiðinni er alltaf í skoðun og svo náttúrulega Ægisbrautin. En það breytir ekki þeirri stöðu að meðan við erum í þessari stöðu, þá verðum við að fara mjög varlega. Ef við skoðum bara, við förum aðeins í glærurnar hans Haraldar og við skoðum til dæmis þróun rekstrarkostnaðar og rekstrartekna, þá gerir áætlunin ráð fyrir því að árunum 26-28 endi rekstrartekjur kaupstaðarins í 15.572 milljörðum. Ef við skoðum rekstrarkostnaðinn, þá mun hann á sama tímabili enda í 15.051 milljón. Þetta gerir 521 milljón. Við vorum að samþykkja áðan
fara í útboð láns að sækja okkur nýtt lánsfé upp á 4,2 milljarða. 4,5 segi ég. 4,5 milljarða. Sem þýðir það að miðað við vaxtaumhverfið í dag, þá erum við að greiða 400 milljónir í vexti á ári. Þetta segir mér að ef það verði ekki töluverðar breytingar, þá höfum við í raun og veru ekki borð fyrir báru. Við höfum ekki möguleika á því að hreyfa okkur mikið umfram það sem við erum bara að klára í dag. Og nýframkvæmdir í raun og veru verða að taka mið af því. Í raun og veru svolítið eins og við erum að sigla inn í árið 25 og ég vil bara þakka í raun og veru meirihlutanum fyrir raun og veru það að við erum að bremsa 25 en við verðum að vera samt algjörlega meðvituð það að það þarf allt að ganga við til þess að við getum losað á bremsu. Það eru töluverðar tekjur í pípunum, það búið að semja ákveðin verkefni en þau eru ekki búin að raungerast. Við höfum úthlutað lóðum en á síðustu 2 bæjarráðsfundum þá höfum við líka tekið við 3 lóðum tilbaka. 2 í Flóahverfi og 1 á Suðurhverfi. Og með það sem maður heyrir, þá eru fleiri aðilar að skoða slíkt saman. Það segir okkur það að svo tekjuáætlun sem við erum þá að ræða núna og vísa þá inn í seinni umræðu er strax ónir viðlög. Einar talaði áðan talaði hækkun á fasteignagjöld sem var samþykkt við síðustu fjárhagsáætlun. Á þeim tíma vantaði okkur 100 milljónir svo hefði borð fyrir báru. Þeim tíma þá töluðum við að fara í samblöndu og hagræðingu og sækja frekari tekjur. Við töluðum að draga úr miklum vexti í rekstrarkostnaðar, en svo var það ekki. Núna vantar okkur 700 milljónir. Og ég er bara, eins og ég hef sagt áður, ég er bara hræddur við þessa þróun. Ég er bara hræddur við ástandið eins og það er. Eins og þetta er að teiknast upp fyrir okkur. Og ég vil bara brýna fyrir bæjarfulltrúum að verkefnið er stórt. Okkur að takast eftir eða umræðan hjá okkur núna, áætlun sem við erum að fá afgreiða inn í seinni umræðu, varfærin, framkvæmdaáætlun, en okkar bíður risastórt verkefni á kostnaðarliðinni. Og tekið fyrir. Við höfum núna í miður kannski ekki mikið tækifæri til að sækja auknum tekjum. Því að bara markaður með þannig. En við höfum vissulega tækifæri á kostnaðarliðinni og við verðum sem heild að ráðast í það verkefni. Í áframhaldandi vöxtur þar, við þurfum ekkert annað en að horfa á þessa glæði. 2028 verðum tekið okkur 521 milljón. Vaxtakostnaður 450 milljónir. Við sjáum það bara ef við hugsum tilbaka þá viðauka sem við erum að samþykkja þessu ári, þá verðum við ekki sjálfbær þá og við erum ekki sjálfbær í dag. Í meiri bili, takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Þá gef ég orðið laust að nýju. Fundarliðir 6, 7 og 8. Bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson fær orðið fyrir svo vel. Bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég vil því að takka Haraldi fyrir góða yfirferð. Mjög góðan inngang fannst mér. Hann kjarnaði stöðu okkar mjög vel. Lýsti stöðunni á jákvæðan hátt og sýndi svolítið fram á bjartsýna framtíð sem við eigum sannarlega fyrir okkur því að framtíð Akurnesinga er björt, það liggur alveg fyrir. Það er gaman að fara inn svona fjárhagsáætlunargerð eins og
sem taka þátt í. Ég hef ekki farið í marga svoleiðis, en það verið svona meira á kantinum sem varamaður undanfarin ár hérna í bæjarstjórninni og bæjarmálunum. Það er virkilega gaman af samskiptunum, meirihluta og minnihluta og hvernig starfsmenn Akraneskaupstaðar komu inn í vinnu. Það var tekist á, skipta skoðanir innan meirihluta og minnihluta og ekki síst innan meirihlutans, sem var bara virkilega gott að taka þátt í. En það er betra að ræða málin opinskátt og vinna að því. Ég ætla ekki að fara of dítalar ofan í þetta, en verð að segja að það sem fyrir okkur blasir þetta er mjög skynsamleg fjárhagsáætlun. Við erum að staldra við. Það er svo rafmagn. Tekníkurinn. Hver var að spara? Hver gleymt að borga orkuveituna? Það salun hefur slegið út. Skerðing. Hefur ekki bara Alveg í síðustu. slökkt í henni? Það er vel slökkt. Það er rétt. Við einhverju bara aðeins. Ég er best að tala í myrkrinu. Þetta er komið. Það er komið. Þetta var skemmtilega. Þá höldum við áfram. Helst Gjörðu svo vel. að ræða aftur í birtinni. En það sem er gott við, eins og ég sagði, er það að við erum að staldra við. Við erum á þess stað að við erum að sækja 4,5 milljarða í lán sem við erum að fjármagna lánalínurnar okkar sem við fjármagna á undanfarin ár. Við erum búin að fara í gríðarlegar fjárfestingar og viðhaldsverkefni sem hafa kostað okkur mikla fjármuni, mikla orku og kraft. Sama tíma erum við að byggja upp til framtíðar sem er að ganga vel. En fyrir mitt leyti var það gríðarlega mikilvægt að horfa fram á það að næstu 2 árin erum við ekki að leggja til neina nýja lánveitingar inn í það sem við erum að gera. Við erum enga sigur að halda á rómstíð og varfræðinskref í þróun samfélagsins okkar. Það sem við erum að taka á lóðum, lóðaframboði, leikskólaplásum, skólauppbyggingu, íþróttamannvirkjum og fleiri virkilega þörfum verkefnum sem snúa að heildarsamhengi samfélagsins okkar. Sem gefur okkur þann kost líka að ef sveiflan er ekki okkur hliðholl, sem ég til þó að öll tekt séu fyrir að sé að fara að gerast, en þá þarf ýmislegt að gera. Það er mjög jákvætt að sjá þetta rigningu hérna á Íslandi því að við það fyllast uppistöður á Landsvirkjunar út til rafmagn sem skiptir okkur Akranesinga miklu máli. Svo við sjáum við ná, rafmagn fyrir að við þurfum að grundarfangi fá allt sitt rafmagn til þess að framkoma og annað slíkt og atvinnulífið líka. Þannig að það eru jákvætt tekt, klárt mál, en ef þau raungerast ekki, og ég veit að umræðan hérna í fyrra var að fólk bjóst við lægra vaxtastig, lægri verðbólgu árið 2024, eins og raungerist ekki, svo myndi þó aðeins farin að blasa betri við, verðbólga er á niðurleið, vaxtarlækkunarferli er hafið. Ef þetta raungerist ekki, þá erum við þeirri stöðu á næsta ári, þessi hópur sem hér situr, að megnum til, að hægja áfram á, af því að það er ekki námtaka fyrir þetta. Það er gríðarlega jákvætt. Þannig að enga síður að taka undir orð Ragnhildur Sæmundssonar sem stóð hérna yfir áðan. Við verðum líka að horfa í kostnaðaraukningu. Hún hefur verið of mikil og við verðum að horfa í það þó við ætlum að fara einhvern blandaða leið og nýta kannski betur skattstofnana sem við höfum úrræði til og verðum að horfa í þessa leið. Þá er ekki neinum steini of aukið að snúa við. Það verður að vera þannig. Því að við sjáum, þetta eru gríðarlegar upphæðir í milljörðum. Þetta eru þúsundir milljónir sem við erum að tala um til. Hver milljón þar getur skipt sköpum ef það eru nógu margar. Þannig að ég vil brýna okkur og alla þá sem stýra fjármunum sveitarfélagsins að vera vel á verði, vera vakandi. Því að það er miklu betra að við sem við erum að gera núna að stíga bensíngjöfinni, sem við segja stíga bremsuna, við erum frekar að stíga bensíngjöfinni, hæginn svolítið á ferðinni. Það er miklu betra að bregðast við núna, gera þetta í litlu skömmtum, bregðast og finna kostnaðina sem hægt er að taka á, þannig að aðgerðina verðum miklu sársökum minni heldur en þörfina. Þannig að ég hlakka til seinni umræðu og næstu vikna áður en við erum seinni umræðu fjárhagsáætlunin verður lögð fyrir einhverjar vikur. Þakka fyrir gott samstarf fram að því og ég voru það laust.
Takk fyrir, bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Næsta mál á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða, mögulega. Ég kannski byrja líka á því að þakka háttvirtum bæjarstjóra fyrir mjög góð yfirferð á þeirra áætlun sem liggur hér fyrir í fyrri umræðu. Enn og aftur mjög góð yfirferð og var skýrljósi á stöðu og það krefjandi verkefni sem að okkur býr núna framundan á komandi árum eða svo. Mig langaði að koma inn að þessu og ræða starfsmáli 7, fjárfestinga og framkvæmda áætlun. Ég byrjaði að segja, ég kannski rosalega jákvæð, þar svo það sé alveg sagt. Og var það bara svona aðeins að fá að renna eins yfir þessa vinnu hjá okkur og svona hvernig hún fór fram og svona aðeins vangaveltur sem hafa legið hjá mér eftir að fórum í gegnum þessa síðustu mánuði frá því núna í september þegar við hófum þessa vegferð. En við tókum ansi margar æfingar í tengslum við forgangsröðun verkefna og frá því 18. september þá hafa verið haldnir 3 vinnufundir með bæjarfulltrúum framlagða áætlun. Auk þess hefur hún oft verið tekin fyrir bæði í skipulagsumhverfisráði og svo bæjarráði einnig. Ef við rekjum aðeins betur þessa vinnu, þá var fyrsti vinnufundurinn fjárfestingaáætlun haldinn þann 18. september og á þeim fundi þá var skipulagsumhverfisráði búið að fjalla aðeins áætlunina og leggja upp svona ákveðna forgangsröðun verkefna miðað við þá skuldbindingar sem sveitarfélag var nú búið að setja sig fyrir og voru nú þegar í gangi og svo einnig á fjárhagsgetu sveitarfélagsins miðað við þá upplýsingastöðu sem við höfðum á þeim tímapunkti. En þarna vantaði okkur samt einnig svona skýra línu að þar þurfum við að draga seglin saman miðað við þau verkefni sem voru í gangi og hver var í raun og veru fjárhagsgeta sveitarfélagsins þarna. Eftir þennan vinnufund, þar sem við tókum nú aðeins á þessi verkefni sem að ráðið kynnti og við vorum í ráðinu og svolítið samhljóma einróma það sem við vildum kynna og koma hingað inn. Það er svo sem alveg fullkomlega eðlilegt að við tökumst aðeins á. Við þurfum ekkert alltaf að vera sammála. Það er alveg hárrétt, en það væri hundleiðilegt hjá okkur ef við værum alltaf sammála. En bæjarráð tók síðan eftir þann fyrsta vinnufund áætlunina fyrir og þá forgangsröðun sem skipulagsumhverfisráð lagði til með. En það sem ég kannski hjó eftir í allri þessari umræðu er að formaður skipulagsumhverfisráð var aldrei boðaður inn á fund bæjarráðs til þess að vera eins með í umræðunni. Því að það skein alveg í gegn þegar við vorum svo að fá áætlunina aftur tilbaka til okkar í ráði, skipulagsumhverfisráð. En það var aðeins skortur á samráð og upplýsingagjöf þarna á milli umræðuna af því að það voru að breytast forgangsröðun verkefna, annars vegar fór umræði í bæjarráði og svo umræði skipulagsumhverfisráði. En ég kem aðeins að því aðeins sem það síðar. Annar vinnufundur var síðan haldinn 2. október síðastliðinn og þar héldum við áfram umræðin forganginn og enn aftur vorum við auðvitað ekki alveg sammála. En á þeim fundi fengum við líka aðeins betri snertingu á stöðu bæjarsjóðs og fjárfestingagetu sveitarfélagsins næsta ári eða svo. Og það var alveg ljóst fyrir mér þegar við tókum það inni að við þurftum heldur betur að draga seglin saman til þess að geta staðist við okkur skuldbindingar. Eftir þann fund fór áætlunin enn og aftur umræði í bæjarráði þann 14. október og aftur án aðkomu formanns skipulagsumhverfisráðs eða ráðsins í heild sinni. En á þeim fundi vísaði bæjarráð áætlunin aftur til skipulagsumhverfisráðs. Við tókum áætlunina fyrir hjá okkur 22. október og lögðum fram mjög skýra bókun og margt hafði náttúrulega breyst þarna í millitíðinni frá því við kynntum þarna 18. september. Og með leyfi forseta langar mig að lesa upp þessa bókun hér. Skipulagsumhverfisráð leggur til við bæjarráð
að fjárfestingu framkvæmdaáætlun 2025-2027 verði með þeim hætti að öll stærri verkefni á vegum bæjarins verði kláruð í samræmi við fyrirliggjandi áætlanir. Til frekari skýringar er að ræða verkefni sem var uppbyggingu íþróttamannvirkis í Jaðarsbakka, uppbyggingu Síálmu grundarskóla, endurgerð fyrstu hæðar í Brekkubæjarskóla, gatnagerðarverkefni í Skógarhverfi, Semisveit og Flóahverfi. Varðandi ný verkefni verður horft til lengri tímabils í áætlun, það er 2025-2033 eða 34 eins og til umfyllinu hér, og lagt til að verkefni sem verði í forgangi þessu tímabili verði samfélagsmiðstöð á Dalbæk 8, fjölgun 4 breytir í Garðaseli, Jaðarsbakkar, uppbygging vallarsvæðis, ávarpahús í Flóahverfi og lok tímabilsins nýr fullbúinn leikskóli. Áður en útboðsgögn verður send út varðandi verkefni sem er að byrja 2025 verður horft til hvort að tekja áætlun áranna 2025-2026 er líklegt til að skila sér eða ekki, en það er grunnforsenda verkefni fá framgang. Þess aukalega bókaði ráðið að það verður mat þeirra að bregðast við rekstri sveitarfélagsins og ná viðsnúningi honum áður en við myndum ganga til stærri nýfjárfestinga og mikilvægt að viðhaldssvæða og byggingar sveitarfélagsins gjaldi ekki fyrir nýfjárfestingar sveitarfélagsins og ljóst er þeim að forgangsraða vel og rétt í samræmi við getu. Og ráðið hyggst halda þessu vel á loft á nýju ári og bregðast sér hratt og örugglega þegar tekjur á þeim myndu raun gerast. Og varðandi síðan önnur verkefni eins og innisundlaug og ráðhús að þá eru horft til svigrúm sem er til staðar hverju sinni en endanlega ákvörðun er tekin áður en endanlega ákvörðun tekin sér fyrir á stað. Þessi bókun barst inn í bæjarráð sem tók þetta fyrir 24. október síðastliðinn og aftur var ekki fulltrúi skipulagsumhverfis og boðaði mig á umræðu. Þriðji vinnufundurinn var síðan haldinn 30. október og á þeim fundi var búið að gera enn frekari breytingar á áætlunum og forgangsröð verkefna án aðkomu ráðsins. Ég verð eiginlega að segja, og þarna verð ég aðeins neikvæð, að þessi fundur sem áttum 30. október, hann olli mér aðeins vonbrigðum. Af því að þarna var búið að setja fram til að mynda stóra nýframkvæmd sem átti að byrja árið 2025 í undirbúningi, þrátt fyrir að skipulagsumhverfis var búin að leggja til annars konar nálgun á því verkefni. Og þrátt fyrir líka að meta betur rekstrarlegar forsendur. Það sem kannski angraði mig einna helst á þessum fundi líka það að starfsfólk sviðsins, skipulagsumhverfissviðs, hefur verið svolítið einstaklega jójó milli ráðanna hjá okkur. Þar sem að það hefur verið að halda á lofti forgangsröð verkefna, uppfæra áætlunum í forsendur sem að annars vegar skipulagsumhverfis hafa sett fyrir og svo bæjarráð hafa sett fyrir. Og þetta var svolítið svona, fannst mér ekki nógu verið gert af okkar hálfu að setja starfsfólk í þessa stöðu. Og einnig líka á þessu fundi að þá starfsfólk setti það yfirfara áætlunina með tilhændi breytingum en ekki fulltrúi meirihlutans því augljóslega var líka þarna að ræða breytingar sem sagt ákvörðun sem var að þeirra hálfu. En á þessum tiltekna fundi þá ræddum við líka þessum leikskólamálin og eftir þann fund þá voru við svolítið svona eins og ég upplifði aðeins sammála það að reyna að sjá fyrir okkur aðeins sviðsmyndagreiningu á annars vegar uppbyggingu nýs leikskóla eða viðbygging við núverandi leikskóla upp í Skógarhverfi. Sjá fyrir okkur bæði kostnað fjárfestingarinnar og svo rekstrarleg áhrifum á bæjarsjóðs. En ég hef ekki ennþá séð þetta í dag og enn erum við með leikskóla inn í áætlunarbókunum hjá okkur. En bara svo það sem líka því sem haldið til haga, þarna vakir innveru fyrir mér persónulega við sem að horfa á hvernig rekstrarlegar forsendur eru að þróa. Ekki það að ég sé mótsagnir því að við byggjum nýjan leikskóla á Neðri Skaga, en þetta er svona það sem maður er að reyna að horfa í hversu raunhæft er að við náum þessu með þetta áætlun sem að liggur hér fyrir. En og ég myndi alltaf kjósa með þeim hugmyndið að hefur getið til þess að það færi með nýjan leikskóla, en hins vegar þá held ég að þetta sé ekki svo skynsama ákvörðun sem við erum að taka akkúrat núna. Bæjarráð hélt svo áfram að fjalla um áætlunina 31. október eftir eina vinnufund og áfram var skipulagsumhverfis ekki með þeirri umræðu. Við tókum síðan áætlunina aftur fyrir 4. nóvember hjá okkur og þá eiginlega bara vaknaði svo spurning hjá mér af hverju erum við að taka þessu áætlun hreinlega fyrir. En það var að minni upplifun lítið samráð með ráðanna og ég upplifði einnig að það var lítið samráð bara innan meirihlutans áætlunina þegar við vorum fáin inn til okkar. Og það var sviðsstjórinn sem var settur í þá stöðu að fylgja eftir.
En við ítrekum þeim fundi bara okkar bókum frá 22. október sem ég las hérna þaðan. En svona ég dreif þetta aðeins betur saman svona að lokum, þá hefur þetta ferli bara verið mjög persónulega eins óskiljanlegt og ég aðeins að furða mig bara á þessu vinnubröðum. Og ég hef alveg ekki mjög jákvæða upplifun af þessari vinnu, bara svo því sé haldið til hag. Og ég veit vel að við þurfum alveg stundum að takast á og ræða okkur í gegnum málin, en það sem samt mikilvægast er að við vinnum saman og saman líka að heilindum. Við erum að glíma við sérstakar aðstæður, þar sem við erum með mörg krefjandi og stóru verkefni, bæði í gangi og við þurfum að takast á við. En við þurfum á sama tíma að draga seglin saman og takmarka fjárfestingar og forgangsraða rétt. Og það getur líka alveg verið sársaukafullt þegar við förum í það. En það er einmitt á þannig tímum sem við þurfum frekar til að standa meira saman heldur en bregðast í sundur, eins og mín upplifun er eftir þessa vinnu. En að þessu sögðu, ég hef kannski búin að tala hérna alltaf lengi, afsakið það forseti, en að þessu sögðu, þá munum að þannig reynast mér erfitt að samþykkja þessa áætlun, byggt á því hvernig hún hefur unnin, og mín upplifun er að hér sé lítið samráð og ekki hlusta á skipulags- og umhverfisráð í þeim efnum, og jafnframt að við séum með óraunhæfar væntingar, og ég tek það dæmi þennan nýja leikskóla næstu 3 árum, þar sem við erum ekki enn byrja á skipulagi, né með samkomulag núverandi byggingar á uppbyggingarsvæðinu sem við erum að horfa til. Og mér langar líka að lokum bara hvetja meirihlutann til þess að draga lærdóm af þessu ferli og hvetja hann áfram til þess að gera breytingar á því fyrir næstu áætlanagerð til hins betra. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi sætis Alexía Sigurðardóttir og orðið lausn. Fundaliði 6, 7 og 8. Það er enginn sem, það er Pétur Líf og Skaftar sem fara orðið kjörsvar. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég var þá að byrja á því líkt og kollega mín hér á undan að þakka bæjarstjórann, Haraldi Benediktssyni, fyrir góða yfirferð. Eins og venjulega að þá skil ég þetta alltaf fyrst þegar yfirferðin kemur. Einnig vil ég þakka sviðsstjórum fyrir það miklu vinnu sem þau hafa lagt á sig við gerð þessara áætlunar. Ég vil svo þakka kollegum mínum í skóla- og frístundaráði, bæjarfulltrúum Jónínu B. Sigmundsdóttur og Þórði Guðjónssoni fyrir gott samstarf. Samvinna okkar í ráðinu hefur gengið einkar vel og við höfum verið samstiga í þeim aðgerðum sem við lögðum til við gerð þessara áætlunar. Nú er þetta í 3. sinn sem nú er undir bæjarstjórn kemur saman til að leggja fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Eins og flestir vita hafa framkvæmdir kaupstaðarins síðustu 5 ár eða svo verið fordæmalausar í sögu Akraneskaupstaðar. Aldrei áður hefur verið varið jafn miklum fjármunum í framkvæmdir sem hefur verið nauðsynlegt vegna uppsafnaðar viðhaldsstarfar á húsnæði í eigu kaupstaðarins. Og er það vel. Mikilvægar viðhaldsaðgerðir hafa verið framkvæmdar, sérstaklega á húsnæði grunnskólana og íþróttamannvirkjum og sumar þeirra eru enn í gangi. Auk þess hefur verið ráðist í umfangsmiklar framkvæmdir við uppbyggingu íþróttamannvirkja, þar á meðal byggingu golfskála, fimleikahús og reiðhallar, auk þess sem einn glæsilegasti leikskóli landsins var byggður. Þessar framkvæmdir hafa að sjálfsögðu kostað verulega fjármuni og nú virðist ekkert lát vera á þeim næstu ári. Hins vegar virðist lítið vera aðhaldsaðgerðir sem þörf er á. Þegar framkvæmdaáætlun fyrir árin 2025 til 2034 er skoðuð, kemur ljós að hún er ekki unnin af raunsæi og varfærni, heldur byggir hún á óraunhæfum væntingum sem erfitt verður að uppfylla. Hugmyndin að byggja nýjan leikskóla á Neðri-Skaga og hefja hönnun hans strax árið 2026 er á mínum mati of bjartsýnar, þar sem ekki hefur verið tryggt yfirráðavald yfir nauðsynlegum eignum á svæðinu eins og bæjarfulltrúi sætis Alexía kom hér inn á áðan og ekkert skipulag hefur verið unnið. Í aðdraganda síðustu kosninga var bygging nýs leikskóla á Neðri-Skaga á stefnuskrám allra flokka sem í framboði voru. Öll getum við verið sammála það að það sé nauðsyn að fara í þær aðgerðir, en við skulum líka horfast í augu við það að sá tímarammi sem gefinn er upp í dag er draumsýn
og einungis ætlaðar til að slá ryki í augu íbúa. Á sama tíma og meirihluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar hyggja á stórhuga framkvæmdir á Jaðarsbakkasvæði, þá er ekki eitt orð uppbyggingu nýrrar innisundlaugar. Sundfélag Akranes hefur beðið þolinmótt í 34 ár að ný sundlaug rísi á Akranesi. Allt frá árinu 1990 hafa bæjarstjórnir lofað félaginu nýrri yfirbyggðri sundlaug, en ár eftir ár er þeim hugmyndum slegið á frest og er framkvæmdaráætlun 2025 til 2034 skoðuð, þá er sú sundlaug ekki einu sinni á teikniborðinu. Langlundargeð félagsmanna Sundfélags Akranes er mikið en öllum án og ofgera. Ljóst er að þolinmæði þeirra og íbúa Akranes sem stundar sund sér til heilsubóta er á þrotum. Meirihluti heldur því fram að þegar rofi til og efnahagsástandi batni, þá muni sundlaug verða færð fram á forgangslista. Þetta höfum við heyrt áður. Hvernig væri að við myndum til dæmis færa leikskóla aftar, sundlaug framar? Svæðið á Jaðarsbökkum er allavega klárt, við ráðum yfir eignum svæðisins, getum farið niður hvenær sem er. Meirihlutasamningur Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sem gefinn var út í upphafi þessa kjörtímabils er að mörgu leyti gott plagg. Þar má finna margar góðar aðgerðir sem meirihluti hugðist vinna að á þessu kjörtímabili. Sumar af þeim sem eru nú þegar komnar í framkvæmd. Í síðasta hluta meirihlutasamningsins, í kafla stjórnsýslu og íbúalýðræði, eru síðustu 2 punktarnir rekstur bæjarins. En þar kemur fram, með leyfi forseta, viðhalda faglegum vinnubrögðum í rekstri bæjarins og styðja við framfarir, meðal annars í greiningavinnu og stjórnun innkaupa. Og halda áfram að sýna ábyrgð með vandaðri áætlanagerð og öruggri fjármálastjórn. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra hafa lengi talað fyrir því að fara í stjórnun innkaupa og ná þannig hagræðingu í rekstri. Ég sakna þess að sjá ekkert hvernig eigi að fara í þessa vegferð og velti fyrir mér hvort það eigi bara einfaldlega ekki að gera það. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra hafa ítrekað kallað eftir því hvernig meirihluti hyggist auka tekjur bæjarsjóðs, en það hefur legið lengi fyrir að tekjuaukningin hefur verið of lítil síðastliðin ár og útgjaldaaukning of mikil. Hlutfall launagjalda af rekstrartekjum bæjarsjóðs heldur áfram að vera gríðarlega hátt og enn er það eitt hæsta hlutfall sem þekkist á meðal sveitarfélaga hér á landi. Ár eftir ár hafa bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra bent á þessa staðreynd en lítið gerist hjá meirihlutans. Svo tilhneiging meirihlutans að ráðstafa ímynduðum framtíðartekjum sem ekki enn eru komnar inn á reikning sveitarfélagsins hugnast ekki minnihlutanum og við höfum ítrekað bent á það staðreynd að svoleiðis gengur ekki í rekstri sveitarfélagsins. Eitt mikilvægasta hlutverk kjörinna fulltrúa er að tryggja ábyrga fjármálastjórnun og uppfylla þau skilyrði sem okkur eru sett í lagalegum og siðferðislegum skilningi varðandi fjármál sveitarfélaga. Hlutverk okkar er einnig að viðhalda stöðugleika í fjármálum, sýna varkárni í útgjaldaaukningu og vinna að sjálfbærri fjármálastjórnun. Þessa vinnu verðum við að vinna samhliða öðrum störfum okkar, þar sem flestir bæjarfulltrúar sinna einnig öðrum störfum ásamt því að vera bæjarfulltrúar. Sú vinna sem við leggjum á okkur við upplýsingaöflun fyrir fundi og áætlanagerðir er oft unnin á kvöldin og helgar. Af þeim sökum er gríðarlega mikilvægt að hægt sé að treysta því að þau gögn sem við vinnum með séu rétt og allar forsendur séu réttar. Við undirbúning þessa fundar lágu fyrir mörg gögn sem við þurfum að kynna okkur. Þar með talið stórt og umfangsmikið skjal fjárfestingar og framkvæmdaáætlun fyrir árin 2025 til 2034. Því miður reyndist það skjal fullt af villum og forsendur rangar á ansi mörgum stöðum. Þetta er kannski ekki skrítið ef horft til þess sem bæjarfulltrúi Sædís Alexía kom inn á hér áðan, varðandi hvernig tímalínan var og hvernig verkefnin skoppuðu eins og jójó á milli bæjarráðs og skipulags- og umhverfisráðs. Ég vil samt sem áður brýna fyrir formanni bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar að þau skjöl sem eru lögð fyrir fundi séu rétt og þær ákvarðanir sem teknar eru byggja á réttum forsendum. Það er einfaldlega góð vinnubrögð og góð stjórnsýsla. Með leyfi forseta mun ég nú lesa bókun Framsóknar og Frjálsra. Bókun Framsóknar og Frjálsra vegna ársreiknings Akraneskaupstaðar fyrir árið 2025. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra hafa ítrekað lýst yfir áhyggjum sínum vegna vinnubragða meirihluta Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar við gerð fjárhagsáætlunar. Vinnubrögð sem fyrst og fremst hafa einkennst af andvaraleysi gagnvart alvarlegri stöðu bæjarsins. Á þessu kjörtímabili hafa bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra ítrekað bent á mikilvægi þess að unnið sé að aðgerðum til að ná fram viðsnúningi hjá rekstri sveitarfélagsins og stuðla að sjálfbærni í rekstri kaupstaðarins. Á 2021
ákvað þáverandi bæjarstjórn að fara í úttekt á rekstri og stjórnsýslu kaupstaðarins með aðstoð KPMG með það að markmiði að stuðla að sjálfbærni í rekstri bæjarfélagsins. Þar sem sveitarstjórnarkosningar voru framundan var ákveðið að hefja ekki vinnu við fjárhagslega markmiðasetningu, heldur skyldi það verða fyrsta verkefni nýrrar bæjarstjórnar. Á fyrsta starfsári núverandi bæjarstjórnar kölluðu bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra eftir því að endurvekja þá umræðu að nýju. Á þeim tímapunkti ætti öllum að hafa verið ljóst að áherslur meirihlutans voru og eru ekki sjálfbærar til framtíðar. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra hafa verið óþreytandi við að halda þessu máli á lofti, meðal annars í bókunum við afgreiðslu fjárhagsáætlana 2022 og 2023, sem og í umræðum fjármál sveitarfélagsins hér í þessum sal. Það kviknaði því ákveðin von þegar meirihlutinn féllst á þau sjónarmið okkar og hóf að nýju vinnu við markmiðasetningu til framtíðar. Hins vegar voru vonbrigðin mikil þegar meirihlutinn tók svo þá ákvörðun að þetta yrði ekki hluti af vinnu við þá fjárhagsáætlun sem til afgreiðslu hér í dag. Enn og aftur ætlar meirihluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar einfaldlega að skila auðu þegar kemur að fjármálum sveitarfélagsins. Bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra hvetja líkt og síðustu 2 ár meirihluta Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar til að vinna áfram að þeim aðgerðum sem lagður var grunnur að með úttekt KPMG árið 2021. Stefna eða öllu heldur stefnuleysi meirihlutans á þessu kjörtímabili krefst gagngerrar endurskoðunar. Sjálfbærni í rekstri bæjarfélagsins grundvallaratriði til að tryggja stöðugleika og velferð íbúa. Það er nauðsynlegt að bæjarstjórn taki ábyrgð á fjármálum bæjarins og vinni markvisst að því að bæta rekstrargrundvöll. Úttekt KPMG var mikilvægur liður í þessu ferli og gaf góðar vísbendingar hvernig mætti bæta rekstur og stjórnsýslu kaupstaðarins. Það er ljóst að bæjarfélagið stendur frammi fyrir ýmsum áskorunum þegar kemur að fjármálum. Hins vegar eru einnig fjölmörg tækifæri til að bæta rekstur og auka sjálfbærni. Það er því mikilvægt að bæjarstjórn taki höndum saman og vinni að sameiginlegum markmiðum bættan rekstur og aukna sjálfbærni. Við höfum sagt það áður og ítrykkjum það hér enn og aftur að það mun ekki standa á okkur. Við erum til í slaginn. Með sameiginlegu átaki er hægt að tryggja sjálfbæran rekstur bæjarfélagsins og bæta þar með lífsgæði Akraneskaupstaðar. Undir þetta skrifa bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Ósa Skarstad og Sædís Alexía Sigmundsdóttir. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Ósa Skarstad. Ég gef orðið laust að nýju. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson þar árið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Minnihlutinn boðar hér samvinnu og fleira. Svona aðeins má hugsi yfir, ekki það að ég ætli banna neinum til dæmis að vera með bókanir, en öll ár sem ég sitji hér hefur það verið ekkert samkomulag, það bara hefur verið venjan að við bókum við seinni umræðu. Okay. Og ég verð að segja að á tímabili hélt ég að ég var að hlusta á útsendingu frá borgarstjórn Reykjavíkur. Við meirihlutanum höfum eftir bestu getu átt mjög gott samstarf við minnihlutann. Og ég hef í raun aldrei skynjað annað en að það hafi verið svona nokkuð gagnkvæmt hjá okkur. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigmundsdóttir talar vinnubrögð.
Alltaf getum við bætt okkur í vinnubröðum en við erum með ákveðið form á ráðunum og nú ég fyrst skiptið sitt í bæjarráði sem í þessari vinnu. Þannig að ég þekki kannski ekki alveg alla söguna þar. Ég satt þar 2010 til 2014. Þá voru tekin upp í rauninni ný vinnubrögð frá því sem hafði verið þar áður. Það var fyrsta tímabilið sem að meiri og minnihluti unnu saman fjárhagsáætlun. Þá satt ég sem fulltrúi minnihluta sem áheyrnarfulltrúi inn í bæjarráðinu og þáverandi meirihluti hafði mig með í þeirri vinnu og breytti þar með þeim vinnubröðum sem höfðu verið. Stundu þar á undan þegar meirihlutar komu bara með fullbúna fjárhagsáætlun og lögðu fram við fyrstu umræðu. Mér finnst eins og að við höfum náð að þróa þessa vinnu. Það hefur verið, eftir því sem ég best veit, að fagráðin hafa komið með ákveðnar tillögur sem hafa svo verið ræddar inn í bæjarráði. Ég held að vinnufundir með framkvæmdaáætlun hafa aldrei verið fleiri en núna. Og ég skal alveg viðurkenna að það alltaf hægt að gera betur en ég sé í rauninni ekki hvernig þau vinnubrögð sem voru núna hafi verið nokkuð öðruvísi heldur en þau sem hafa verið stunduð það síðustu 12 ár allavega. Mér þótti leitt að hlusta á bæjarfulltrúann Líf Åsu Skarstad. Mér fannst mörgu leyti margt ósanngjarnt sem hún færi fram og mér finnst líka að í bókun Framsóknar sé svona, ég veit ekki hvernig og hvaða orð ég á að hafa yfir þetta. En ég held að fulltrúar minnihlutans séu aðeins að gleyma því að þau voru í meirihluta fyrir ekki svo löngu og mörg af þeim málum sem við erum enn að vinna að í dag hafa upphafstíma á því kjörtímabili. Við höfum verið að draga út af fjárhagsaðstæðum og þar af leiðandi finnst mér ósanngjarnt í rauninni hvað minnihlutinn leggur mikla áherslu á það að meirihlutinn hafi ekki áhyggjur af fjárhag bæjarins. Og við leggjum mikla áherslu á það að fjárhag bæjarins verði sjálfbær til framtíðar. Mér finnst það ósanngjarnt, tekið ekki til mín. Hvað varðar þann ágreining sem uppi var í umræðinu og vinnunni með framkvæmdaáætlunina, þá það alveg rétt við ræddum töluvert af möguleikum og létum setja upp fyrir okkur. Ég taldi það að við værum að vinna þetta allt í samvinnu og mér
og það er leitt að bæjarfulltrúinn Sædís Alexía Sigmundsdóttir hafi upplifað þetta eins og hún segir hér frá. En ég ætla ekki að hefur sennilega geta farið í annan gír en ég ætla að láta bara stað mig. Ég er búinn að vera hérna í bæjarstjórn í það er svo ekki búið svo lengi 14 ár og hérna það er ekki margar svona uppákomur á þeim tíma sem ég hefði viljað losna við. En ég held að þetta sé svona ein af þeim. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Ég hef orðið lista 9, fundaliðir 6, 7 og 8. Það óska ekki fleiri eftir að taka til máls. Þá förum við í bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, bara orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem á hlýða. Það er sem ekki að hafa mörg orðum þessa ræðu bæjarfulltrúa Einars Brandssonar, en bæjarfulltrúum bent á mörg af málum sem við erum að vinna núna áttu sér upp á síðasta kjörtímabili og það er alveg fyllilega rétt. En það hefur ekki verið ágreiningur þau mál. Það er allt góð mál. Við sjáum fyrir endan á flestu þeirra. Þessi ágreiningur sem hefur kannski birst núna í áætlunargerðinni eru þau mál sem hafa verið til skoðunar. Og það hefur verið ágreiningur það hvort að þessi eru svigrúm til þess að fara af stað með. Mér varst bæjarstjóri orða þetta mjög vel í sinni kynningu þegar hann talar að þarna súrefni sé að dragast saman. Það bara summir þetta mjög vel. Við höfum í raun og veru takmarka súrefni. Og að lokum þá vil ég kannski svona eina sem ég langar að hnýta í er að mér finnst þarna skrítið ef að minni hluti má ekki gagnrýna störf meiri hluta og þá sé það orðnar uppákomur sem við vildum helst sleppa við. Við erum í pólitík. Það er eðlilegt að við tökumst á. Og ef að bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem vitnaði með því að minni hlutin hafi verið á síðasta kjörtímabili, þá var það einungis ég. Hinir tveir fulltrúarnir í minni hlutanum voru ekki í bæjarstjórn þá. En það var hins vegar vinur minn Einar Brandsson og ég man eftir allavega ansi mörgum bókunum úr þeirra átt. Alls konar mál, saman hvort það var fjárhagsmál eða skipulagsmál eða annað. Ég man ekki eftir að ég hefði kvartað undan því að það var eitthvað uppákomur sem ég hefði viljað losna við. En flestir af þeim hefði ábyggilega alveg viljað sleppa því. Þetta er bara hluti að vera í pólitík. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Hluta af ræðu bæjarfulltrúa Lífs og Skarðstað var beint til mín hérna áðan sem forseta bæjarstjórnar varðandi fundagögn og ég get alveg tekið undir það að undir mikilvægi þess að gögn undir fundum séu alltaf rétt og alltaf góð og ég get fullvissað bæjarfulltrúanum það að ég legg mig alltaf fram það að svo sé. Tekst ekki alltaf, en ég legg mig alltaf fram að passa það að viðeigandi gögn séu undir réttu fundaliðum í fundargátt undir bæjarstjórnarfundum og þau gögn séu
nýjustu útgáfa af hverju gagni og þau séu alltaf eins rétt og þau geta verið á hverjum tíma. Gagnið sem að bæjarfulltrúi vísaði þarna til hins vegar risastórt Excel-skjal með einhverju rúmlega 40 vinnubókum og ég hef bara ekki yfirsýn yfir þetta risastóra Excel-skjal til þess að geta verið algjörlega 100% á því að það sé korrétt frá A til Z. En það að mínum mati eins rétt og það gat verið á þessum tímapunkti. Og með þeirri niðurstöðu í raun og veru sem að farið var fram á farið var yfir í fyrri ræðum og meðal annars í inngangi bæjarstjóra eða í glærusýningu bæjarstjóra þar sem við sáum stóra hrapið í framkvæmdum frá 2024 niður á árinu 2025 sem var bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson kallaði að stíga af bensíninu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kallaði að setja í bremsu. Við erum í raun og veru að boða framkvæmdastopp á árinu 2025. Það það sem þessi áætlun boðar og það það sem þetta umrædda Excel-skjal segir. Og svo að við séum síðan með inni ákveðnar aðgerðir og ákveðnar framkvæmdir og fjárfestingar á næstu árum þar á eftir. Ég tek heils hugar undir það með bæjarfulltrúanum að það sé óraunhæft að ætla sér að byggja nýjan leikskóla á 2 árum, 2026 til 2028. Það sem við erum hins vegar að gera með þessari framsetningu á fjárfestingu og framkvæmdaáætlun að við erum bara að kaupa okkur tíma, við erum bara að setja árið 2025 erum við bara að setja hlutina aðeins í hlé til þess að við getum bara haldið áfram að ræða það og haldið áfram að finna út úr í hvernig sé best að gera ákveðna hluti hvenær og með hvaða hætti, þar á meðal leikskólabyggingu. Þannig að gagnið ekki fullkomið, en þetta stóra myndin í því. Við erum að taka okkur, við erum að setja hlutina í hlé á árinu 2025 og þar með fáum við tíma til þess að fara betur yfir það með hvaða hætti og hvenar og hvernig eðlilegt að snúa sér í næstu verkefnum sem að eru á plönum okkar. Fjármögnuð eða ófjármögnuð. Vegna þess að þarna eru líka inni verkefni sem að ekki eru fjármögnuð og þar af leiðandi ekki tímasett og bygging innilögar sannarlega eitt af þeim eins og bæjarfulltrúinn benti á. En það samt á blaði og við erum tilbúin til þess að setja það í gang ef að aðstæður leyfa og fjárhagur bæjarins vænkast í þá átt. En aftur, ég þakka fyrir brýninguna á varðandi það að gæta þess að gögn séu undir fundinum og þau séu lægi og þau séu rétt og ítreka það. Ég legg mig fram það að svo sé. Þá gef ég orðið laust að nýju í þessa 3 fundalegi. Það fulltrúi Kristján Artur Sveinsson. Gjör svo vel. Og bæjarfulltrúar og aðrir sem á hliða. Ég ætla að byrja að þakka bæjarstjóra fyrir yfirferð starfsáætlunar og gera fundi. Við góð yfirferð og þakka ljósastöðu bæjarins og margt í henni. Og líka bara að þakka starfsmönnum bæjarins, viðstjórum og öðrum starfsmönnum og fjármálsvegi fyrir vinnuna við fjárhagsáætlunargerð. Ég verð að viðurkenna að þetta engin óska fjárhagsáætlun eða framkvæmdaáætlun fyrir mig. Það sem ég barist fyrir. Við sjáum það að
samkvæmt þessu skjali samfélagsmiðstöð Ísdaltar. Það mál sem hefur verið mér mjög hugleikið og ef við ætlum að festa byggingu leikskóla sem inn á plani, þá sé ég ekki að Sundlaugin eigi að koma þar í stað heldur samfélagsmiðstöð. Því að það er málefni sem er brýnt og bygging sem mun ekki bara kosta peninga, heldur munum við einnig eitthvað tekjur af íbúðum á öðru hæðinni. Það sé mikilvægt mál sem og ég vona að við að þetta fyrir umræða, ég mun samþykkja þessi fjárhagsáætlun í fyrir umræðu og vona að við okkur verið gæði til þess að ræða vel saman á milli umræðna og finna lausnir og sjá betur bara hvernig staðan þegar nær dreifur áramótum og hvaða tækifæri eru komin þá. Við vitum meira með ákveðum bæjarins, við vitum vaxtaákvörðun Seðlabankans. Það er ýmislegt sem við viljum vita betur þegar í seinni umræðunni. Ég verð að segja að herskártónn Framsóknar og frjálsra í bókum þeirra kemur mér verulega óvart og ég vona að þetta sé ekki það sem koma skal að samskipti innan bæjarstjórnar verði með þessum hætti framvegis og þannig að það er svona ýmsar fullyrðingar í bókum eru og svona hvernig hlutur sagðir eru sagðir á leiðanlegan hátt og það er ekki skemmtilegt þegar að samstarfið hefur verið með góðum hætti og menn hafa verið virkilega í samstarfi. Þannig að meirihluti, minnihluta. Þannig að ég ætlum ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristján Sveinsson, bæjarfulltrúi bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að helst ekki vera að fara í rifrildi eða neitt við minnihlutann hér. Svona aðeins að fara að grípa aðeins til varnar því að Ragnar B. Sæmundsson, já, hann sagði að ég hefði verið með ýmsar bókanir og á síðasta kjörtímabili og mjög sennilega er það rétt að ég hef verið með eitthvað á bókunum en aðalega held ég að ég hafi verið svona Ragnar B. Sæmundsson þess kjörtímabils eins og Ragnar B. Sæmundsson hefur verið á þessu kjörtímabili og hann hefur verið oft komið hér upp og verið oft málefnalegur og gaman og skemmtilegt að diskutera verk og annað með honum í því og ég bara hvet hann áfram í það. En þetta held ég, það eru þarna setningar í þessari bókun sem að gera í rauninni lítið úr því samstarfi sem við höfum átt því að ég held, ég skal ekki segja það 100% en það hafa verið einhverjar undantekningar á því að við höfum verið sammála allar fjárhagsáætlanir hingað til að á þessu kjörtímabili allavega hefur ekki komin einn stór ágreiningur það, ef ég man rétt þá hefur minnihluti verið duglegur að hvetja meirihlutann til ýmissa aðgerða og það er bara það sem þetta snýst en það eru svona
setningar eins og koma fram í þessari bókun sem að hafa ekki sést hér áður og meirihlutinn ásakaður ýmsa hluti sem að ég veit að minnihlutinn skil eða sem sagt minnihlutinn hlýtur að gera sér grein fyrir því að þetta ekki satt. Því við erum ekki hér bara til þess að leika okkur. Við höfum alltaf haft áhyggjur af fjármálum bæjarins og þess vegna og ekki síst kannski fyrir hvatningar vina okkar í minnihlutanum höfum við fallist á ýmislegt sem að minnihlutin hefur fört fram. Það sem að kannski máli. Ég veit að ég var hundlegur við formann skipulags- og umhverfisráðs á síðasta kjörtímabili, enda hef ég sterkar skoðanir í skipulagsmálum og við vorum ekki alltaf sammála. En ég held að ég hafi alltaf unnið þannig að þegar að ég ekki sammála þá læt ég það yfirleitt uppi. Ef að ég tapa, ef að sem sagt mínar skoðanir gangi ekki eftir og bæjarstjórn ákveður ekki hlut, þá hef ég alltaf heilum hug fylgt þeirri ákvörðun. Og ég hvet minnihlutann til þess að íhuga vel það sem hann setur hér fram. Ég ætla ekki að ræða þetta meira hér og þessum vettvangi, en ég á fyllilega von á því að við munum ræða þetta eitthvað í á öðrum vettvangi. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Það er rétt að ég bara árétti það að því að bæjarfulltrúar hafa notað orðalagið að samþykkja eða samþykkja ekki þessar áætlanir, fjárhagsáætlun eða fjárfesting- og framkvæmdaáætlun. Þá vil ég árétta það að á þessum fundi við fyrri umræðu þá greiðum við atkvæði tillögu að vísa þessum áætlunum til síðari umræðu. Við erum ekki þar með að samþykkja áætlunina sem slíka, heldur við erum bara annaðhvort að samþykkja eða hafna því að viðkomandi áætlun verði vísað til síðari umræðu. Þetta gildir þessar 3 áætlanir, fjárhagsáætlun Höfða, fjárfesting- og framkvæmdaáætlun bæjarins, fjárhagsáætlun Kaupstaðarins. Orðið laust að nýju þessar 3 fundagrein. Það fyrir Líf og svo Skarsta. Gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla nú bara að vera sammála bæjarfulltrúar Ragnari Björns Sæmundssyni að ég gerði mér ekki grein fyrir því að það væri reglur það hvort maður ekki bóka við fyrri umræðu. En 3. kjörtímabil mitt með 3. árið og ég bara heyra það í fyrsta sinn. En að öðru, varðandi samstarfið. Samstarfið hefur verið vissulega mjög gott og ég ætla bara, ég vonast til þess að það haldi svoleiðis áfram. Það sem við vorum að reyna að benda á, við höfum bent á þessu atriði oft áður og það kannski ekki skrítið að manni finnst maður stundu vera eins og rispuð plata. Við höfum bent á að það þurfa að skapa nýja tekjustofna. Við höfum líka bent á að það þurfa að stjórna útgjaldaaukningu. Þetta ekki nýjar fréttir. Þannig að ef að, mér þykir bara mjög miður ef að bæjarfulltrúi Einar Brandsson taki þessa gagnrýni eitthvað nærri sér, það var ekki ætlunin að særa neitt, en gagnrýni og einmitt til þess að rýna til gagns. Það það sem það gert til þess að við getum gert hlutina betur.
Svo var það varðandi skjalið sem ég vísaði í. Það er vissulega eins og bæjarfulltrúi Valgerður Lyngdal kemur hér inn á forseti gríðarlega stórt skjal. Er fullkomlega sammála því. En akkurat þetta eru bara fyrstu 4 klipparnir sem eru bara fremstir í skjalinu og þeir eru bara mjög misvísandi. Þannig að það var bara það sem ég var nú að reyna að benda á. Þannig að það þarf ekki að fletta lengi til að sjá villurnar í skjalinu. Eins og ég kom á að samskiptin hafa verið góð. Það við erum ekki að gera lítið úr því samstarfi. Við höfum starfað mjög vel, bæði í ráðum, nefndum, starfshópum og öðru. Og eins og við höfum oft talað að það stendur ekkert á okkur. Við erum ekkert að fara að vera í einhverju fílu og ekki vilja vinna vinnuna. Þetta er ekki spurning úr það. Og hafi ykkur fundist tónninn af eitthvað verið herskár, þá var það nú kannski ekki endilega ætlunin. Heldur einfaldlega bara ætla til þess að hvetja ykkur áfram í þeim verkum sem eru framundan. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf og Skaftstað. Ég hef nú áréttað það líka hérna sem forseti bæjarstjórnar að öllum bæjarfulltrúum er alltaf leyfilegt að setja frá bókanir í hvaða máli sem er. Einum eða fleiri saman. Þannig að það fari ekkert á milli mála. Þannig eru bara fundarskötin. Fleiri sem óska eftir að ræða þessi 3 mál, bæjarfulltrúi sæti sjálf sig að gera svo vel. Forseti, bæjarstjóri bæjarfulltrúar sem finna okkur verið við okkur, já. Við langaði nú bara að koma þessu upp aftur og vera kannski jákvæðari. Vissulega teka löndi með bæjarfulltrúar Líf og sig að samstarfið hefur verið gott og í samhengjum eins og innan skipulagsumhverfis þá hefur samstarfið verið einstaklega gott og það mjög skemmtilegi fundir og mikil samstæða innan ráðsins sem ég sit í. Þannig ég fer ekki ofan af því. Það sem kannski bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á að fór hans yfir vinnuferlið og var kannski aðeins hissa á minni upplifun og eins og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson benti á er þetta fyrsta kjörtímabili mitt og 3. fjárhagsáætlun sem ég samþykki hér. En ég hef líka alveg verið svona á hliðarlínunni sem fyrrum starfsmaður Akraneskaupstaðar. Það sem ég velti fyrir mér varðandi vinnubrögðin að þegar við tökum svona drastískar breytingar í 3 manna ráði í bæjarráði að setja stóra nýframkvæmd upp á 1,3 milljarða inn í áætlunina, hvort sem hún raungerist eða ekki, eins og bæjarfulltrúi Valgerður Lyngdal kom inn á, forseti, að þá finnst þér alveg þurfa samtali líka. Og ég skil vel að meirihlutinn með ákveðna stefnuáætlun sem fylgja eftir, en samtali og upplýsingagjöfin er líka alveg gríðarlega mikilvægt tól til þess að tryggja að bæjarfulltrúar skilji á hvaða vegferð meirihlutinn er. En það sem kom mér kannski einna helst óvart í umræðinni innan ráðum hjá okkur er að ég upplifa að ég var ekkert ein þarna með ekki nægilega upplýsingagjöf. Og aftur það má þá leiðrétta mig ef svo er ekki. Ég held og tel að breytingin gæti verið fólgin í því að formaður skipulagsumhverfis að taki þátt í umræðunni til þess að skilaboðin séu líka alveg skýr á milli ráðanna og einnig að við setjum ekki starfsfólki í þá stöðu að vera að framfylgja áherslum meirihlutans einhvern veginn á milli ráða þegar eru ólíkar. Það er það sem ég er eiginlega að meira að segja. Þannig að ég sá allavega núna í þessari áætlunargerð breytingu með við síðustu 2 ár sem ég þótti ekki góð þróun. Þess vegna vildi ég ávarpa hér. Þannig að en aftur samstarfið hefur verið gott, samstarfið sem ég kannski mest í skipulagsumhverfisráði hefur verið einstaklega gott og kannski að lokum vil ég líka koma inn á því ég kom ekki inn á því fyrir ræðinni þakkir til þeirra sem hafa verið að vinna í þessu áætlunargerð til stjórnsýslu og fjármálasviðs, fjármálastjóra, sviðsstjóra, bæjarstjóra, allir aðrir sviðsstjórar sem að koma að þessu. Maður er aldrei, ég var að tala upp nöfn, ég gleymi einhverjum, en bara vil að sér vikið, þetta er mjög krefjandi og erfið vinna.
sérstaklega með einhver pólitíkinni. Takk fyrir. Fyrir bæjarfulltrúi Sædís Alexía. Þeir sem óska eftir að taka til máls. Þórður Guðjónsson. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir mál sem bíða. Langar aðeins að bregðast við þessu og það er rétt að þeim bakgrunni sem Ísland sagði, við erum í pólitík. Það er alveg endur pólitíkis leikir alltaf upp á borðum og spila fólk úr þeim og þá leiki hvernig það til stundust að vera til, efni til. Ég þekki ekki til þess hvort að það verður samskipti leyst á milli bæjarráðs og einhvers skipulagsráðs í þessu ferli. Ég upplifði ekki þannig vinnufundur sem ég tek þátt í. Annars verðum við í skóla og frístundum gott og vinnufundur góð og faglegt. Það er gaman að því. Eitt af bókunum sem kemur þetta er talað skýrslu KPMG og svo skýrsla sem var gerð 2021, það er mjög góð, mjög gott plagg. Og veit ég að það hefur verið að leið fyrir núna lengi í raun og veru og það er tekið það fram í bókunum að ákveða var bíða eftir nýrri bæjarstjórn til þess að taka að skari með þetta plagg og vinna úr því. Nú kom ég inn í sem varamaður inn í bæjarstjórn sem aðalmaður í Líf Lárusdóttur í fæðingarleyfi Líf Lárusdóttur, það er foreldraleyfi eða hvað þetta kallar. Og eitt af því sem ég steig þar inn í var að fara inn í starfshóp sem heldur utan verkefnavinnuna varðandi þessi ágætu skýrslu. Það er búið að setja fram stefnur og markmið að sjálfbærum rekstri sveitarfélagsins sem eru mjög góð. Við minnum að ég hef sett 3 fundi núna frá voru eftir ég kom inn í bæjarstjórn og framan að fjárhagsáætlun gerð. Og sú vinna er alveg til fyrirmyndar sem þar er unnin. Og það er alveg rétt að hún var ekki beint hluti af fjárhagsáætlun þess árs. Og þeirri fjárhagsáætlun sem við erum að leggja til seinni umræðu og vísa áfram. En það er alveg klárt mál að þegar svona mikil vinna að vera á sér stað og góð og öflug, þess að kafa djúpt ofan í bætur rekstrar sveitarfélagsins að það fólk sem heldur að þau eru skýrslu að sjálfsögðu biðja það fólk að vinna eftir því. Vegna þess að fólk býður ekki með góð verk þar til einhver segir að fara að vinna saman. Þannig að ég skynja það mjög skýrt bæði fyrir vinnu í starfshópnum og fyrir vinnu sem er á sér stað og vinnufundur bæjarstjórnar og því sem gögnum sem við erum að fá. Það er alveg klárt mál að starfshópur sveitarfélagsins og sveitarstjórnar fólki hérna, það er farið að orði, það er farið að starfsvexti. En að það sé beint inn í fjárhagsáætluninni, ég ætla ekki að fullyrða það og alls ekki segja það, en fyrir mér skín það alveg skýrt gegn að það sem kemur fram í þessari skýrslu að við erum farin að sjá og finna og smakka af bragðinu af því sem þar kemur fram og hvernig stjórnsýslan er að taka það. Ég hlakka persónulega til að taka eftir að fjárhagsáætlun lýkur, en hún étur svo upp alla aðra vinnu hjá okkur á þessum tímapunkti. Ég vænti þess strax í desember verði fundur í þessum starfshópi þar sem við höldum áfram og hvet mikla væntingar til þess og vonir til þess að verði komin aðgerðar áætlun út frá stefnumótun og markmiðum sem settir fram í þessu skýrslu og muni þá gagnast mjög sterklega inn í næstu fjárhagsáætlunargerð sem nota bene er svo síðasta fyrir kosningar. Hvet ykkur eindregið næsta haustinu sem vera með jafn mikla fyrirhyggju og verið í þessari fjárhagsáætlun. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Orðið lista 9, fundalegi 6, 7 og 8, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem án hlýða. Þakka bara bæjarfulltrúa Þórði Guðjónssyni fyrir þetta. En það er samt þannig að hann er að blanda þarna saman tveimur skýrslum. KPMG vann skýrslu stefnumörkun sveitarfélaganna og svo vann KPMG skýrslu fjárhagsleg markmið og sjálfbærni í rekstri.
2021. Það sem við erum að vísa. Sú vinna sem Þórður var að tala um er bara mjög góð. Ég hef einu sinni komið inn í þann hóp og ég veit ekki betur en það sé byrja að vinna eftir mörgum af þeim atriðum og innleiðing sé bara fullu og það ber bara mikla væntingar til þeirra vinnu. Svo vildi ég bara aðeins bæta við, svara Bæjarfulltrúa Einar Brandtssyni aðeins rétt eins og hann, allir ekkert að fara að rífast með. Það þykir bara leiðilegt ef ég hef selt hann, en 2019 og 2020 skrifar Bæjarfulltrúi Einar Brandsson upp á bókanu við fyrri umræðu í Bæjarstjórn. Þannig hann þarf ekkert að fara inn 12 ára aftur í tímann. En að lokum, og þetta sé síðskipt ég kemur upp, ég var ekki búinn að þakka starfsmönnum og þarna líkt og kannski margir aðrir að þá ætla ég ekkert að leggja í það að telja neina upp. En fólk gleymi ykkur bara þakka öllu starfsmönnum sem koma að vinnunni, kærlega fyrir og ég veit að þetta er gríðarleg vinna og eins og hefur verið komið inn á að þá eru hvílið mikil vinna á sviðsstjóra Steinar Adolfssyni, Kristjánu og Sigurði Páli Harðarsyni. Þetta eru starfsmenn sem eru á þönum í þessari vinnu okkar og reyna að mæta öllum okkar kröfum og hugsunum, eða flestum og þarna vil bara þakka þeim sérstaklega kærlega fyrir og eins bæjarstjóra Haraldi Benson. Takk fyrir. Fyrir Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða. Já, Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Björnsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhuga við ræðum fjárhagsáætlun, byrjum það. Og til umræðu hefur verið skýrsla KPMG og svona metnaðarleysi meirihlutans í að nota hana í vinnu við fjárhagsáætlun og í úttekt fjárhag Akraneskautar, nota hana í þeirri vinnu sem við stöndum í núna. Mig langar bara koma upp og það geta rætt eftir velferð- og mannréttindaráðs, þetta á nú bara ágætlega við hér þess að á fundi velferð- og mannréttindaráðs 29. október þá vorum við einmitt að samþykkja vegferð í út frá með aðkomu KPMG að frekar umbótum í rekstri þjónustu velferð- og mannréttindasviði. Þar bara í raun og veru útfærð tillaga aðkomu KPMG og samvinnu með sviðsstjóra í þeirri vinnu og mér langar með leyfi forseta kannski bara að lesa þá áætlun undirstofnun til. Tillagan að með leyfi forseta að velferð- og mannréttindi samþykkja aðkomu KPMG að frekar úrbótum í þjónustu við fatlað fólk með áherslu á að útfæra rekstur búsetuþjónustu sem eina einingu og það í liðum forstjórnar við Beykiskógum og nýjum kjarnar við skólum til 42. Ráðningar starfsfólk ekki ákveðna starfsstöð og svo mætti telja áfram. Þannig að þetta eru númeraðir liðir. Ég hvet ykkur til að kíkja á þetta. Ég ætla kannski ekki að lista alveg til enda en það eru þarna númeraðir liðir og útfærsla í þessari vinnu. Þannig að þetta var samþykkt á fundi velferð- og mannréttindaráðs. Það er bara í sem sagt samræmi við á vinnu sem við erum í með KPMG. Takk fyrir. Takk fyrir Bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Orðið er laust að nýju. Bæjarfulltrúi Sædís Arnþóra Sigmundsdóttir. Forseti,
bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Langar kannski að koma aðeins upp á eftir bæjarfulltrúa Kristni Hafliða sem var bara inn yfir áherslur í velferð- og mannréttindaráði varðandi reksturinn innan sviðsins. Bara svo ég skilji alveg rétt. Við settum, því ég skilda, settum við þessa vinnu með KPMG á frost í haust með fórum í fjárhagsáætlanagerðina. Við erum samt byrjuð í ákveðnum vegferð. Ég veit að skóla- og frístundaráð byrja að rýna í reksturinn. Velferð- og menntamálaráð byrja að rýna í reksturinn. Við höfum ekki tekið þetta fyrir í skipulags- og umhverfisráði með neinum hætti. En svo er KPMG kom inn í vinnuna í velferð- og mannréttindaráði. Þarna til dæmis upplifir maður svona skort á hvernig ætlum við að vinna þetta verkefni. Eigum við ekki eftir að setja okkur þessi fjárhagslegu markmið og vera sammála þau og vinna svolítið í vegferðinni áfram. Og ég veit ekki til þess að KPMG búið að koma inn í skóla- og frístundaráð til þess að aðstoða ráðið í þeirri vinnu þar. En ég held einhvern veginn að nú finnst mér vera smá óreiða hvernig við ætlum að nálgast hlutin og vinna með þetta. En ég held að það þurfi að leggja einhvers staðar línurnar og við þurfum að samstilla okkur í þessu vegferð sem við höfum að leggja stað með. En aftur, mjög gott að velferð- og menntamálaráð sé byrjað og vera að fá KPMG inn á borðinu, alls ekkert mótfallin því. En hvar koma síðan skilaboðin til ráðanna, hvenær eiga það að byrja og hvernig fer þetta innan stjórnsýslunnar hjá okkur í kerfinu? Þeirra sviðsstjórnir sem fylgja þessu eftir eru formenn ráðanna sem að taka þetta til sín, en þurfum við ekki líka sem hópur svolítið að samstilla okkur? Við vitum að við erum að fara í krefjandi verkefni. Við þurfum að ná 700 milljónum inn í reksturinn okkar næstu 2 árum. Þannig að samstilling hjá okkur er gríðarlega mikilvægt. Takk fyrir. Fyrir bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigmundsdóttir. Fleiri sem óska til að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri, það sem átti í það. Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigmundsdóttir kom þarna inn á punktinn. Við byrjaði fagnaði kannski að þarna velferð- og mannréttindaráð sé að stíga þetta skref. Það er bara spennandi verkefni sem eru í. En það sem við erum kannski búin að vera að benda á, svo kemur fram í bókunni, er það að síðasta bæjarstjórn byrja ákveðna vinnu. Reksturinn er kortlagður og ýmislegt sem þarf að bæta. Þegar kemur á markmiðssetningu, til dæmis bara hvert á skuldahlutfallið hjá okkur að vera. Hvert á framleiðsluhlutfallið vera, sem í dag er eins og bæjarstjóri fór yfir áðan 1,9% í ársreikningi 23 en eftirlitsnefndin gerir ráð fyrir viðmið hjá eftirlitsnefndinni 5,3%. Hvernig ætlum við að ná upp í 5,3%? Hvaða viðmið ætlum við að setja? Hvaða fjárhagsleg markmið ætlum við að setja? Sú vinna er ennþá. Það er frábært ef velferð- og mannréttindaráð sé að einmitt kortleggja stöðuna að sé og annað. En okkur vantar þessi fjárhagslegu viðmið, fjárhagslegu markmið, eins og bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigmundsdóttir var komin inn á áðan. Þannig að það er það sem á að marka okkur leið í gegnum áætlunarvinnu eins og við erum í núna. Það segir okkur svolítið bara hvað getum við spennt bogann? Hvað þurfum við mikla til? Hvað getum við farið í mikið langt? Og allt framöndu gömur sig. Þannig það er svolítið það sem við höfum verið að kalla eftir, að við komum saman og setjum okkur þessi fjárhagslegu markmið. Ég satt í bæjarstjórn ásamt hérna nokkrum bæjarfulltrúum og síðasta kjörtímabili og ég held að það hafi verið eðlileg ákvörðun vegna þess að þessari vinnu, þegar þessari vinnu lauk með KPMG og síðasta kjörtímabili, var mjög stutt í bæjarstjórn. Og það er mjög auðvelt þegar maður er kannski að fara að stíga frá borði eða eitthvað, þá er mjög auðvelt að setja háleit markmið. Og við vitum það til dæmis alveg með stöðuna í dag að framleiða hlutfallið, við erum ekkert að komast upp í 5,3% einu stökki. Þetta er verkefni, þetta er stórt verkefni. Við vitum það að skuldahlutfallið okkar eftir þessa gríðarlegu uppbyggingu og við erum á næstu árum, ef vel viðrar hjá okkur, þá erum við líka að fara í gríðarlegu uppbyggingu.
að skuldahlutfallið er líka verkefni sem við tekur svona tíma að ná niður. En bara hvaða markmið ætlum við að setja okkur? Ætlum við að setja okkur það að skuldahlutfallið fari aldrei upp fyrir 65%, upp fyrir 50%, eða erum við ánægð með bara 80%? Hvar viljum við vera? Það snýst svolítið málið. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ekki sem kveður sér hljóðs. Þá förum við í afgreiðslu á fundarlið 6 sem höfði fjárhagsáætlun 2025 til 2028. Ég bið þá sem samþykkja að vísa fjárhagsáætlun höfða vegna ársins 2025 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2026 til og með 2028 til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari fram þriðjudaginn 10. desember næstkomandi. Samþykkja þetta kjörskulu gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Og 7. fundarliður. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að vísa fjárfestinga og framkvæmdaáætlun vegna ársins 2025 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2026 til og með 2028 til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þriðjudaginn 10. desember næstkomandi. Þessi samþykkja þetta kjörskulu gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Og 8. fundarliður. Bæjarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2026 til og með 2028 ásamt tillögum sem meðfylgjandi eru á áætluninni til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þriðjudaginn 10. desember næstkomandi. Samþykkja þetta kjörskulu gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá förum við í 9. fundarlið. Fundargerðir bæjarráðs á árinu 2024. Þessi liður hefur málsnúmer 24.01.002. Hér eru lagðar fram 3 fundargerðir bæjarráðs. Fundir númer 3575 sem framfór 24. október síðastliðinn, 3576 sem framfór 31. október síðastliðinn og 3577 sem framfór 7. nóvember síðastliðinn. Orðið lausn þessar 3 fundargerðir bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson var orðið, gjörðu svo vel. Á forseta getur bæjarfulltrúa langar að benda á einn lið í fundargerð 3575 sem að kannski sýnir að það er kannski ekki alveg sanngjörn ákveðin hluti í bókun Framsóknar og Frjálsa að það er lið númer 11, úttekt á rekstri og fjárhag. Og þarna kom inn í bæjarráð á þingfund Magnús Kristjánsson, sérfræðingur hjá KPMG eftir 24. október. Þar er ákveðið að fara á stað með þessa vinnu sem að margir hafa nefnt hér. Það var að markmiðasetningu og þá þær lausnir sem að KPMG hugsanlega hefðu til okkar hvar við getum gert betur. Ég ætla að hvetja minnihlutann að hafa kannski aðeins meira samráð innan hópsins því að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson satt þennan fund og hefði átt að vera fullkomlega kunnugt það að þetta starfi fara á stað og
Skilaboðin voru alveg skýr úr bæjarráði, vinnan hafin og ráðin eiga líka í rauninni höfðu leyfi til þess að hafa samband, þannig að sú vinna sem að meðal annars á velferðar- og mannréttindasviði var hafin myndi halda áfram. Þannig að ég bara minna á þennan lið sérstaklega út af þeirri bókun sem að lá fyrir hér áðan. Takk fyrir. Fyrir bæjarfulltrúa Einar Brandsson, þeir sem óska eftir að ræða fundargerðir bæjarráðs, bæjarfulltrúi Rannveig B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi bæjarstjóra Aðalsson Áfríða. Ég full meðvitaður þennan lið og jafnframt þeir bæjarfulltrúa sem sitja með mér í minnihlutanum. Það var kannski nær að spyrja hver á niðurstaðan af þessum fundi. Niðurstaðan var svo nákvæmlega svo fyrir inn á í bókunni, jú, við vinnum þessa vinnu eftir áætlunargerð. Eftir áætlunargerð. Ekki í framhaldi af þessum fundi, heldur eftir áætlunargerð. Og það er það sem við erum að gagnrýna í bókunni. Við erum að fara inn í eina áætlunina án þess að við séum með nokkur fjárhagsleg markmið. Takk fyrir. Fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, orðið laust að nýju, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúa, það er kannski ekki alveg venjan að maður svona reki hvað er hverju umræða í bæjarráði, en það kemur alveg skýrt í bókunni að vilji stendur til, með leyfi forseta, að vinna verkefnið samhliða fjárhagsáætlunar vinnu vegna ársins 2025 og tímabilsins 2026 til og með 2028. Það var að vísu alveg rétt að við ætluðum ekki að vera búin með þá vinnu með KPMG fyrir þennan tíma. Heldur var stefnan tekin á það að milli umræðna myndum við samhliða þeirri vinnu sem er að fara í gang núna vinna þetta verkefni og bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson er fullkunnugt þetta. Það var ákveðið að halda sameiginlegan vinnufund og ef ég man rétt, sem ég ger ekki alltaf greinilega, að þá ætluðum við að halda þann vinnufund eftir næsta bæjarstjórnarfund. Hugsanlega gætu við alveg haldið hann fyrr. En þetta stendur bara í bókunni, en viljinn stendur til að vinna verkefnið samhliða fjárhagsáætlunarvinnu vegna ársins 2025 og tímabilsins 2026 til og með 2028. Og þetta samþykkti Ragnar B. Sæmundsson í bæjarráði. Takk fyrir. Takk fyrir. Orðið laust að nýju og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi bæjarstjóra Aðalsson Áfríða, við erum bara að koma inn á örstutt og mótmæla þeim orðum Ragnars B. Sæmundssonar að við séum í fjárhagsáætlunargerð án markmið. Við þurfum ekki kannski stimpil frá KPMG markmiðin okkar þó að við séum fjárhagsáætlunargerð. Þannig að bara svo þessi sagt, þá hafa vonandi allir bæjarfulltrúar þau markmið að skila sem bestri fjárhagsáætlun fyrir kaupstæðin. Takk fyrir. Fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Sveinsson. Ég ræði mér fundargerðir bæjarráðs númer
3575, 3576 og 3577. Og orðið er laust að nýju, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri Aðeinsson á Hlíða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér aftur upp undir máli nr. 11, úttekt á rekstri á fjárhag. Það er alveg rétt að það er ekki venja að ræða orðið hvað er umræðin á fundum, en menn fara samt oft inn á hvað er þar. Og ef það mun raungerast að við förum þessa vinnu nr. 25, þá er ég fyrsti maður sem fagnar. Ég hef hins vegar bara ekki séð að hinga til að sé mikið verið að leggja áherslu á þessu fjárhagslega markmið. Ef það mun raungerast núna milli umræðana og við förum á fullum krafti í þetta, þá er það bara mikið gleðið. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Svinsson kom inn upp og benti á að ég hefði talað að við værum í fjárhagsáætlanagerð án markmiða. Ég er einnig að lýsa minni tilfinningu. Mín tilfinning er bara svolítið svo að við séum svolítið að bara passa okkur að eiga fyrir skuldum. That's it. Það er svolítið markmið. Við eigum fyrir afborgunum, ekkert mikið með þess. Það kom inn alls konar hugmyndir sem rýmast enga veginn inn í áætluninni og bara bæjarstjóri Haraldur Benediktsson fór mjög vel yfir það áðan. Við erum að taka lánum á 4,5 milljarða og árið 2025, 2028 þá standa eftir 521 milljarð. Þannig að ég held að sljóta allir að sjá það að við höfum ekki svigrúm til þess að fara í frekari lántöku og reksturinn má það ekki sveiflast mikið til. Við viljum líka benda á að það er gert ráð fyrir í þessari áætlun að þá aukist reksturinn 25,7% en árið þar er eftir 4%. Ég get ekki séð neitt í áætlunum sem bendir til þess að reksturinn sé eitthvað að fara að dragast saman. Það er 3% minni vöxtur, 26, 7, 8. Og ef sami vöxtur raungerist og gert ráð fyrir 25, þá er ekstra gjöldin komið langt yfir ekstra tekjurnar. Ég er ekkert að segja að bæjarfulltrúar séu hér bara eitthvað blindandi. Ég er bara að hvetja okkur til þess að við vinnum þetta bara betur, vinnum þetta faglega. Ég held að sé miklu þægilega. Ég held að sé allir hér inni að vanda sig eins mikið þeir geta. Þeir sé að leggja líf og sál í þetta starf. Ég er ekki handað fram að það sé eitthvað hér inni sem er bara eitthvað að leikast. Utan upp í loftið og bara áfram gang. En bara með fjárhagslegu markmiðum og því frábæra starfsfólki sem við höfum, þá held ég að starfið verði bara miklu þægilega fyrir okkur, miklu markvissara. Við sjáum það bara núna, þegar dregur saman, hvað þetta getur bara orðið ógeðslega erfitt, bara hrikalega töff. Við sjáum líka á sama tíma hvaða spil við höfum í kortunum, þegar hjólin fara að snúa. Ég taldi hérna upp áðan byggingarsvæði. Við hefum gríðarlega tekjumöguleika að sækja þessi svæði þegar eftirspurnin er aftur á stað. Semisveiturinn 1 gefur gríðarlega fjármagn. Við hefum hellinga lofandi skógakvöld. Við erum að stækka flóakvöld. Við hefum gríðarlega tekjumöguleika. En til þess að við séum tilbúin, þegar móti blæst, að þá er bara svo miklu betra, held ég, og er mín trú, að við séum bara með leiðarvísir í þeirri vegferð. Að við séum búin að setja okkur markmið. Þau markmið er svo að sjálfsögðu alltaf þetta endurskoða. Það komið nýjar bæjarstjórnir og þeir geta auðvitað endurskoða það eins og bara allt annað. En ég held bara, enn og aftur, að markmiðasetningin sé lykill árangur. Takk fyrir. Fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Svo er ekki og þar með hafa þessar 3 fundargerðir bæjarráðs verið lagðar fram. 10. fundarliður, málsnúmer 24.01.005, fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2024 er lagðar fram 2 fundargerðir frá fundi númer 312 sem framfór 22. október síðastliðinn og fundi númer 313 sem framfór 4. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust þess að 2 fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það er fulltrúi Guðmundur Ingi Guðjónsson. Gjörðu svo vel.
Þessi bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákveðna hlýða. Það aðeins að koma inn á fund 313 hjá okkur í ráðinu. Fyrsta lið, málefni fasteignafélags Akraneskostar. Það fengum við inn umsögn frá Harald Inga og Jónas Gerstvald Deloitte. Fórum aðeins yfir stöðuna með okkur, mjög áhugaverður fundur og fræðandi. Áframhaldandi umræður sem hafa sprottið innan bæjarstjórnar utan funda þetta málefni og áhugaverð og þetta er svo sem mál bara sem við þurfum að halda svolítið vakandi hjá okkur og klára að ræða og hvernig við ætlum að tækla þetta. Jafnframt í sömu fundargerð í fjórða lið, það er 57. Við náðum að loksins að klára það mál út úr ráðinu hjá okkur og væntanlega þetta fyrir bæjarráð, næsta fund bæjarráðs. Það er áhugavert að sjá það koma út til auglýsingar og komandi trúum við og treystum að það verði mikill áhugi hjá aðilum að taka þátt í þessu verkefni. Ég efast ekkert það, þetta er mjög spennandi og getur orðið mikið lyftistöng fyrir okkur ef vel hefnað til. Einnig í sjötta lið sóknarbreyting og bunna þar sem við ætlum að stefna á dreifingu á bunnum í seinni hluta nóvember en eins og bæjarbúar hafa tekið eftir margir hverjir að þá er það byrjað og ég er að þakka þeim aðilum sem hafa unnið þetta verkefni. Ragnar B. Sæmundsson og Líf Láradóttir og Ragnar Hauksson mikinn fóru þungan ekki núna undir það síðasta eftir að Líf fór í fæðingarorlof og ber að þakka fyrir það og björgunarfélagið Akraness var sveitt hér í gær sá ég og ferðast í dag að dreifa tunnum og bókum til bæjarbúa. Það var það ekki. Takk fyrir, fulltrúi Guðmundur Ingþór Guðmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Það er bara spyrja. Ég myndi aðeins koma inn í bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðmundsson fór inn í fundinum með 313 sorgtunnubreytingar. Gerði kannski aðeins meira úr mínu þátti í þessu. Ég bara fengið að dansa með þeim. Bara búið að vera mjög gaman. Og mér langaði eiginlega bara fyrst og fremst að koma inn upp og hvetja bara íbúa til að taka vel á móti þjónustunni þegar hann er að dreifa. Eins og Guðmundur Ingþór kom inn á að þá voru þeir í gær á 4 bílum, kláruðu grundirnar, Írlandarholtið og stóran hluta allt Skógarfjörðið. Eru líka byrjaðar merkingar, gekk gríðarlega vel og ég fór hans á nóttin, fylgdist með og talaði við nokkra sem voru á nýja tunnur. Það er bara held ég almennt ánægja en það hafa líka verið að koma mikið af spurningum. Það er töluvert upplýsingum inn á síðu bæjarins og það er líka fyrirhugað að bara jafnmóðum að senda út stuttafréttatilkynningar, hvernig breytingarnar eru og allt þetta. Og það verður náttúrulega, þetta verður svolítið svona mix. Meðan við erum að dreifa tunnum, merkja, sama tíma er náttúrulega hreinsanir, að það má alveg búast við því að þessir straumar séu aðeins að fara saman. Og við kannski bæjarbúa svona þangað til að það er búið að dreifa öllum tunnum og allt er komið inn að geyma símann bara í vasanum. Ekki verið að taka vídeó. Því að það er líka alveg þannig að þegar við erum búin að fara hringinn, þá verður tekin einn
sorpstíðnu, einn hreinsunarhringur þar sem núllað út. Það sem við byrjum bara með vonandi algjörlega hreina strauma. Ég segi bara, ég vona að íbúar taki vel í þessa frábæru aðala björgunarsveitinni og bara vel í þessar breytingar. Því að sjálfur finnst mér þetta alveg fjárhagslega spennandi. Takk hérlega. Takk fyrir. Dagfellur Arnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óskast fyrir að ræða fundargerðar skipulags- og umhverfisráðs? Svo er ekki. Þar með teljast þessar tvær fundargerðir ráðsins framlagðar. 11. fundarliður, málsnúmer 24.01.003, fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2024. Þeir laða fram tvær fundargerðir á fundi númer 233 sem framfór 29. október síðastliðinn og 234 sem framfór 5. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust þessar tvær fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs. Bæjarfulltrúi Kristinn Heldur Sveinsson, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlið verið aðeins að afsaka töfunni hjá mér. Ég nefnilega tókst þegar ég var að grafa eftir fundargerðinum að ýta á að þýður á ensku. Þannig að það er bara að já, þetta var alveg svolítið svona skipið. Já, ég ætlaði að fara yfir í byrja á fundargerð. Það er kynja. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, það er smá klíða. English. Mr. President. Í fundargerð 233 frá 29. október. Yfir 3 þar sem að við felum sýstur að undirbúa útboð á akstursþjónustu. Ég veit ekki að geta þessu. Þetta er mál sem að það er tækifæri núna til þess að skoða þetta og undirbúa þetta útboð. Það er bæði komin mjög mikil endurnýjun þörf á bílaflota og líka starfsmannahaldið er það sem annar þeirra sem sinnti rekstri hætti sökum aldurs og það var ráðinn annar eldri maður tímabundið til að leysa hana af. Eldri en svo sem hætti, þannig að það er svolítið skemmtilegt. Þannig að svo maður finnst fyrir það er alveg tækifæri til að skoða þetta og sjá hvernig tilboð við fáum. Svo er það í næstu fundargerð. Já, ég er svo sem ekki að tala neitt um hann, þannig ég ætla bara að minnast á þetta varðandi útboðið. Þannig að ég rakka hér. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Heldur Sveinsson. Orðið er laust fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs. Óskar enginn eftir að taka til máls og teljast fundargerðirnar þar með. Jú, bæjarfulltrúi Arnar B. Sæmundsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti
500 bæjarstjóri. Ég ætla bara að tjá mig í íslensku. Mér langar kannski að spyrja formann velferðar- og mannréttindaráðs mál númer 2 á fundi 234. Bara ótrúlega spennandi mál. Mér langar bara að spyrja hvar stöndu í þessu máli? Hver er svona okkar staða í þessari innleiðingu og hvar stöndum við? Og þá líka svona með önnur sveitarfélög. Ég man þegar þegar þetta skrifaðist í, þetta er bara mjög spennandi en svona já, hvar stöndum við? Takk. Fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson fara orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem eru hlýða. Í sambandi þetta er mjög spennandi verkefni og það sem við var til umræðu þarna var aðgerðaáætlun kaupstaðarins til þess að fljóta til þess að verða barnvænt samfélag. Til þess að fá stimpilinn frá UNICEF. Og þetta er svo aðgerðaáætlun sem að við vonumst til þess að geta samþykkt þetta á þessu ári og hugsanlega getum við þá með stimpilinn barnvænt samfélag á næsta ári. Þetta er líka til umræðu í aðgerðaáætluninni Skóla Frístaða og það eru þarna mörg margar aðgerðir þarna og það er mismunandi hvernig það standa. Ég vildi ekki svara spurningunum hvar við stöndum varðandi önnur sveitarfélög. Ég bara þekki ekki alveg nógu vel hvernig það hefur gengið. Ég veit að einhverjir eru að hafa klárað þetta. En ég get bara ekki svarað því hvernig í röðinu við erum. En við getum bara komist að því og svara því þá á næsta fundi. Þá bara frekar upplýsingar það, hvernig þetta mun ganga. En stefnan er á að klára þetta til afgreiðslu og að við verðum barnvænt samfélag sem fullgilt árið 2025. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson. Og orðið er laust að nýju. Fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs. Það er enginn sem grípur orðið og þar með teljast þær fundargerðir ráðsins framlagðar. Við förum í 12. fundarlið, málsnúmer 24.01.004 til fundargerðir skóla- og vísindaráðs á árinu 2024. Hér er lagðar fram 2 fundargerðir skóla- og vísindaráðs nr. 248 frá 24. október síðastliðnum og 249 frá 7. nóvember síðastliðnum. Orðið er laust þessar 2 fundargerðir skóla- og vísindaráðs. Það er fulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, aðrir sem eru í sal og á víða heima. Langaði að koma hér undir fundargerðum skóla- og frístundaráðs. Byrja kannski bara á því á fundi 2048. Jú, það var beiðni búnaðarkaup, þetta er liður 4. Nú það er bara að árétta þessa beiðni Ynja varðandi notkun á búnaði og ástæða þess að ráðast skal við þessu kaup. Það er einfaldlega vegna þess að nýtingin hefði átt að vera töluvert lengri á þessum búnaði en tökum viðgerða og viðhald á íþróttahúsinu á Vesturgötunni. Það hefur verið mikill ágangur á salnum, fimleikasalnum.
Þú barst það til einna að búnaðarlistin hafi verið fullunnin á þeim tíma þegar að búnaður var keyptur. Ég hef ekki upplýsingar slíkt en samkvæmt forstöðumanni íþróttamannvirkja eftir samtal við Sjónleikafélag að þá var búnaðarlistin ekki fullkláraður en bara hægt að nálgast upplýsingar það. Einnig langaði mig að drepa hér að sæti niður í fundargerð 249 og það varðar niðurgreiðslu á árskorti í sund fyrir eldra fólk. Og mér finnst þetta bara frábært skref sem að við tökum hér að lækka árskort fyrir eldri borgara í ljósi þess að við erum þátttakendur í verkefninu Gott að eldast. Við erum að stuðla að bara betra aðgengi eða kannski svona meira aðfæktarafli fyrir eldra fólk og vinna að forvörnum og heilsueflingu. Með þetta móti. Einnig langaði mig að ræða fundalið 7 sem aðgerðaráætlun vegna innleiðingar barnasáttmálans. Kannski aðeins að svara spurningunni sem að bæjarfulltrúi Ragnar Björnsson kom inn á áðan. Við erum að ég best veit 4. sveitarfélagi sem að fer í innleiðingu á þessu. Og undan okkur eru Akureyri, Kópavogur og Reykjanesbær. Þannig að já, kannski 4. eða 3. Ég er kannski ekki alveg með á hreinu. En það allavega þessi 3 sveitarfélög sem hafa innleitt barnasáttmálann. Og þetta er bara frábært verkefni og aðgerðaráætlunin er alveg glæsileg og snýr að öllum sviðum bæjarins og það er náttúrulega bara verið að tryggja réttindi barna í allri stjórnsýslu kaupstaðarins. Bara frábært verkefni og langt komið. Hver var það ekki? Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jóna Margrét Sigmundsdóttir. Orðið er laust skóla og hlustaráðs, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Og getur bæjarfulltrúar og sem á fríða. Nú get ég svara spurningu bæjarfulltrúa Ragnars Sigmundssonar varðandi stöðu okkar í aðgerðaráætlun innleiðingar barnasáttmálans sem er lið 7 í fundargerð 249, þess að það var barnvænt samfélag. Eins og staðan er núna samkvæmt heimasíðu barnvænt.samfélag.is þá eru 23 sveitarfélög þátttakendur í verkefninu. 2 hafa hlotið viðurkenningu, Akureyri og Kópavogur. Akureyri er fyrsta sveitarfélag sem hlýtur viðurkenningu, Kópavogur er númer 2. Síðan eru 2 sveitarfélög, Reykjanesbær og Höfn í Hafnarfirði sem hafa skilað aðgerðaráætlun, Reykjanesbær 2022 og Höfn í Hafnarfirði 2023. Þannig að ef við skilum aðgerðaráætlun þá verðum við hugsanlega 15 sveitarfélagi, það verður að byggja mútið gengur og öðrum sem ég hef ekki upplýsingar um. En svona staðan núna, samkvæmt barnvænt samfélagi, barnvænt sveitarfélög, barnvænt sveitarfélög. Fyrir fulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Við ræðum hér fundargerð í skóla og frístundaráðs. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þá teljast þessar 2 fundargerðir í skóla og frístundaráðs framlagðar. 13. fundaliður, málsnúmer 24.01.023, fundargerðir og fleira. Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili á árinu 2024.
Hér eru lagðar fram tvær fundargerðir stjórnar höfða frá fundi númer 148 sem fram fór 30. september síðastliðinn og fundi 149 sem fram fór 28. október. Orðið er laust þessar tvær fundargerðir og stjórn höfða. Þessi er engin ljós, teljast fundargerðina þar með framlagðar. 14. fundarliður, málsnúmer 24.01.025, fundargerðir og fylgiskjöl frá Heilbrigðisnefnd Vesturlands á árinu 2024. Lögð hér fram 192. fundargerð Heilbrigðisnefndar Vesturlands frá 21. október síðastliðinn. Og þið laust þessa fundargerð. Þessi er engin ljós og við höldum áfram í 15. fundarlið. Málsnúmer 24.01.028, fundargerðir og tilkynningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á árinu 2024. Og hér er lagðar fram fundargerðir stjórnar sambandsins númer 953 frá 25. október síðastliðnum og númer 954 frá 4. nóvember síðastliðnum. Orðið er lausn þessar tvær fundargerðir stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjóra. Mér langar að koma hérna upp og spyrja okkar mann í stjórn sambandsins tvö mál. Annars vegar mál númer 3, fyrirkomulag þjónustu barna með fjölþættan vanda. Fundargerð númer 953. Þetta er málefni sem hefur töluvert til umræðu hjá okkur. Og er málefni sem eins og kemur fram í fundargerðinni er í mjög óleyst. Eins og staðan er í dag þá er þjónustu þessi börn sinnt af einkaaðilum og verkefni er mjög stórt og krefjandi. Það hefur lengi verið til umræðu að eins og kemur fram ríkið taki þennan málaflokk yfir. Mín skoðun allan, persónulega skoðun, þá er þetta að mörgu leyti miklu frekar heilbrigðismál en félagsmál. Og mér langaði bara svolítið að spyrja Bergþór Einar Brandsson, okkar fulltrúa í stjórn sambandsins. Hvar er þessi vinna stödd? Eins og kemur fram þá virðist vera eitthvað algjört stopp, en það hefur líka verið í umræðunni að ríkið setja á fót einhver úrræði. Hefur það komið til umræðu inn í stjórnin? Svo langar mér að spyrja mál númer 13 sem er svona áhugaverð. Tilnefning í starfsóp skilgreining á viðmiðum lágmarksþjónustu sveitarfélaga. Hvað erum við alveg að fara að kortleggja þar? Takk fyrir. Takk fyrir, Ragnar B. Sæmundsson. Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem vilja spyrja fulltrúan, þannig að ég gef bæjarfulltrúa Einari Brandssyni orðið. Takk. Við höfum alveg tíma, sko. Er það ekki? Þannig að gera maður. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka Ragnari B. Sæmundssyni fyrir þessar spurningar. Það varðar fyrirliðinn að þá er því miður að þá kom skýrslan sem að tók á þessu máli ekki nógu snemma fram til þess að þetta væri komið inn í fjárlagafrumvarpið.
Þannig að það var niðurstaðan og að eftir sem best veit að þetta verður ekki tekið inn og þar af leiðandi gerist ekki neitt í þessu. Meiningin var að ríkið tæki yfir þessa þyngstu þjónustu sem að við erum að borga einkaaðilum fyrir og myndi reisa húsnæði sem að væri hægt að nýta í þessum tilfelli. Hvernig svo tekjur peningamálin yrðu hef ég ekki séð. Þannig að þetta er algjör óvissa en það voru ráðuneyti sem að málinu koma búin að kvitta upp á þessa skýrslu og í skýrslunni þessi leið nefnd sem tillaga lausn en því miður þá stoppaði þetta allt núna þegar að boðað var til kosninga og við vonum að komandi ríkisstjórn muni taka þetta hratt og örugglega fyrir en eins og ég segi það er ekkert sem er öruggt í því. Það var það 13. liðinn þá vill svo til að mér hefur láðst að sveifa niður gögnin varðandi þennan lið. Þetta er mál sem að fellur það sem er kallað undirstrik og er þá ekki formlega rætt í stjórninni, heldur þetta bara kynnt svona og ég verð bara að játa mig sigraðan í því að ég las ekki, er ekki með gögnin sem fylgja þessu bréfi en ég reikna með að það sé í rauninni bara þar sem að þessar tilnefningar annars verður það bara bréf frá ráðuneytinu það að sambandi tilnefni og svo er bara bréf það hverjir eru tilnefndir í viðkomandi hóp. En ég ná nú bara að vona á því að þetta þarna sé verið að marka einhver spor það hver okkar lágmarksþjónusta eða hvort að menn ætla að sameina það milli sveitarfélaga með þessu. Ég bara, eins og segi, ég skal reyna að grafa upp gögnin og ef að þau segir eitthvað annað þá skal ég senda þau á bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundsson að minnsta kosti. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óskar að ræða fundargerðir stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Það er enginn sem kveður sér fjós og þar með teljast þessar fundargerðir framlagðar. 16. fundarliður málsnúmer 24.01.024 eru fundargerðir frá Faxaflóahöfnum á árinu 2024. Hér er lögð fram fundargerð 230. og 7. fundar stjórnar Faxaflóahafna sem framfór 20. september síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er Ragnar B. Sæmundsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar bæjarstjórar. Ég kem hér og ræði fundargerð númer 247, lið númer 6. Langar að spyrja okkar stjórnarmann í Faxaflóahöfnum
Hér kemur fram nýr dráttarbátur. Gísli Jóhann Hansson, yfir hafsögumaður, kom á fundinn undir þessi lið og kynnti fyrir stjórn niðurstöðu verðfyrirspurnar, rafdrifs dráttarbát og svaraði spurningum fundarmanna. Á síðasta kjörtímabili þá satt ég í stjórn Faxaflóanna og þá var keyptur inn bátur. Þá var verið að skoða einmitt rafdrifinn bát, en þá var verðmunurinn alveg gríðarlegur og auk þess en þeir höfðu ákveðna afmarka umfram eða á kostnað þá bara hefðbundna dísilvélar. Mér langar bara svolítið að spyrja stjórnarmanninn, eru þessi bátar í dag bara sambærilegur venjulegum bátum og hafa þeir sömu hæfni, sömu möguleika til að fara eins og inn í kuldatanga og hanga og eins bara að draga saman í verð. Annars ég ger mig fyllilega grein fyrir að það geta að fara út í nákvæmlega tölur en bara svona hvernig þetta í samanburði. Fyrir, það fyrir Ragnar Björn Sæmundsson, það fyrir Guðmundur Ingvar Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritari og aðrir. Gísli kom hérna á fund stjórnar, kynnti verðhugmyndir. Það klárt mál að þetta er dýrari kostur. Drægni þeirra ekki svo sama og dísilbáta. Aflið orðið sambærilegt og það kannski stærsta sem að vaki fyrir starfsmönnum þarna að bæði að tæki sér öflugt. Jafnframt að, ef ég man rétt, 70% af starfsemi hafsögubáta tengist Reykjavíkurhöfn og væri þessi bátur hugsaður stærsta hluta fyrir Reykjavíkurhöfn. Það svæði en á aðrir bátar sem myndu nýtast grundarfanga. Þetta tækninni fleigi fram í þessu eins og getur vera bíla og annað nýlegt og þarna náttúrulega hugsað olíunotkun og náttúrulega snarminnka. Jafnframt að vera umhverfisvænt fyrirtæki, það spilar mikið inn í og eins og Faxaflóahafnir eru núna að þrýsta á og vera leiðandi að vera eins umhverfisvæn og mögulegt. Það ekkert sem lá fyrir endanlegt á þessum fundi varðandi þetta, hins vegar voru nefndarmenn almennt, þeir stjórnarmenn almennt mjög hrifnir af því sem að Gísli hafði fram að færa og áhugavert og gat sýnt okkur og það með þessu nýja stýribúnaði sem að síðasta skip með líka og margt áhugavert og hann búinn að fara út og kynna sér þarna. Verðið aðeins dýrara en það náttúrulega kemur tilbaka þá í olíusparnaði. En þetta ekki komið á endastað en stjórnarmenn eru mjög hlynntir þessari þróun sem verið að fara en þá náttúrulega með því að menn gerir sér jafnvel grein fyrir því að þetta ekki bátur til langskilja en nýtist klárlega eins og sé 70% af starfseminni í hafnabátunum tengist Reykjavíkurhöfn, þar mun að koma og ég hef bent á það á stjórnarfundum að alveg saman hvað hver segir að við erum að fá gríðarlega stór skip, þau hafa bara verið að stækka síðustu ár. Við lentum í næstuvíslysi sem má eiginlega bara segja að Guð og lukka afstýri því að ekki voru bara hræðilega fyrir bæði skipi, mönnum og náttúru og maður vill svo sem helst ekki þurfa að hugsa það til enda. Þannig að það algjör krafa að minni hálfu að við fáum eins öflug skip
núna og næstu skip sem við fáum, að það má ekki slaka á afli skipana. Þau þurfa að geta ýtt og dregið stór skip og mögulegt er. Þetta bara snýst bara öryggi okkar allra og í eins víðu skilningi það getur verið. Og það verður allavega og hafa verið mín skilaboð að við þurfum að fá eins öflugt og stórt tæki og við mögulega getum fengið til að vera þarna. Því að skipin þau stækka og þau taka á sig meiri vind og leið og þau eru farin að hægja siglinguna, þá náttúrulega hæfnið að stýra sér skert og Reykjavíkurborg náttúrulega það svæði að það náttúrulega býr ekki eins vel eins og við hérna á Flórídaskaganum, það sem nánast logg 90% af tímanum en það svona skemmt að vera skipin allavega þessi stóru en þá velja að fara til Reykjavíkur en kannski sjáðu þetta hversu frábært að vera hérna á Skaganum og eitt daginn einhver tíma náðan í framtíð vonandi og þá koma við bara á Flórídaskaganum. Takk fyrir, Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Fleiri sem óska eftir fundargerðir hjá Faxaflóa þarna. Enginn sem kveður sér hljós. Þessi fundargerðin þar með framlögð. 17. fundarliður, jafnframt sá síðasti. Málsnúmer 2401-027 til fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2024. Hér eru lagðar fram 4 fundargerðir stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur með 353 frá 27. maí síðastliðnum, 354 frá 24. júní, 355 frá 27. ágúst og 356 frá 30. september. Áður en að ég gef orðið laust þá ætla ég aðeins að fara í fljótheitum yfir nokkur atriði sem eru í þessum fundargerðum. Í fyrsta lagi vekur þetta athygli að þarna eru 4 fundargerðir og allar aftur í maí sem orðið svolítið gömul fundargerð. Orðið það gamla fundargerð að ég man varla eftir í hvað við vorum að ræða á þessum fundum. En ég hef fulla trú á því að við fórum í undirbúningi þessa fundar í það ég og fundarritari að kalla eftir fundargerðunum frá Orkuveitu Reykjavíkur. Ég hef fulla trú á því að síðasti pósti frá Steinari Adolfssyni hafi alveg orðið til þess að þessi hlutir séu komnir í betra lag núna og við munum fá fundargerðir frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hér til umfjöllunar með örari hætti heldur en gerðist þarna og hefur verið svona á undanförnum misserum. Það kemur mér verulega óvart ef þetta var ekki komið í lag núna. En til að fara yfir örfáatriði þá á 353. fundi máli númer 3, þar er farið yfir fjármál og þar er meðal annars Snorra Hafsteini Þorkelssyni, framkvæmdastjóra fjármála, veitt prókúruumboð fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Snorri var ráðinn í vor, framkvæmdastjóri fjármála hjá Orkuveitu Reykjavíkur og ég held að við höfum verið bara mjög heppin með þá ráðningu. Þeir er bara mjög reyndur og góður fagmaður og hefur byrjað mjög vel í sínu starfi hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Á sama fundi, máli númer 4, þar samþykkir stjórn áætlaðan kostnað vegna jarðhitarannsókna á Mosfellsheiði og í svokölluðum Krýsuvíkursveimum. En þarna er tilgangurinn að afla upplýsinga til að meta möguleika á nýtingu jarðhita til framleiðslu á rafmagni og eða heitu vatni. Þarna er verið að horfa til þess að auka raforkuframleiðslu sem að ég tel að sé fagnaðarefni. En auðvitað langt í það að sú raforka verið til, þetta er bara verið að rannsaka svæðin. 7. mál á sama fundi, þar er
gengið frá launum forstjóra og til að upplýsa það hér og þá gekk þessi launahækkun forstjóra út á bara það sömu prósentutölu og var verið að hækka launum á almennum vinnumarkaði. 16. fundaliður á sama fundi, þar erum við að kaupa lóð undir hitaveitugeyma úr landi Skógarkots í Borgarbyggð. Á næsta fundi, númer 354, þar gengið frá arðgreiðslutillögu sem að ég hef farið hér yfir áður og bæjarfulltrúar þekkja. Þar jafnframt í 4. lið farið yfir breytingu á vörumerki Orkuveitu Reykjavíkur sem þarna er þessi bókun að leita verið samþykkis eiganda fyrir breytingum á vörumerki og þetta málið þetta síðan fengum við til okkar og áttum ekki í vandræðum með að samþykkja það. Í 5. lið á sama fundi, 5. lið á fundi númer 354, þar samþykkir þar kynnt í stjórn Orkuveitunnar tillaga að á hluthafafundi Orku náttúrunnar verði tekin ákvörðun að viðskiptavinum skuli standa til boða hleðsluáskrift á landinu öllu. Og þetta mál ásamt mörgum fleirum hefur orðið til þess að við höfum farið svolítið í umræður það hversu raunhæft það að þessi fyrirtæki Orkuveitunnar eða dótturfélög Orkuveitunnar sem eru í samkeppnisrekstri að einskorða starfssvæði þeirra við Suðvesturland eins og gert í eigendasamkomulagi Orkuveitunnar. Og Orka náttúrunnar í raforkusölu á landinu öllu, þannig eru bara lögin. Að Orka náttúrunnar getur selt rafmagn til húseiganda á Eskifirði ef húseigandinn á Eskifirði óskar því. Það er bara öll raforku fyrirtæki sem að standa í smásölu á raforku, þau starfa á öllu landinu. Þarna voru skiptar skoðanir það hvort að Orka náttúrunnar ætti þá að standa í því að byggja hleðsluáskrift eða bjóða viðskiptavinum hleðsluáskrift til þess að geta hlaðið rafmagnsbílana sína út allt land. En í raun og veru þetta að mínu mati orðin algjör tímaskekkja að vera með félög eins og Orku náttúrunnar og Ljósleiðarann, félög sem í opinberri eigu en starfa á samkeppnismarkaði, að ætla sér að takmarka starfsvæði þeirra við einhverjar landfræðilegar línur, það tel ég að sé algjör tímaskekkja. Það er eðlilegt í þeim félögum þar sem við erum í sérleyfisstarfsemi eins og Veitur, en skrítið í þessum félögum. Svo ekki sem ég hef sagt. 355. fundur, þar í 3. lið kynnt hálfsársuppgjör Orkuveitunnar og ég ætla ekkert að fara ofan í það hér eða fara hér með einhverjar tölur. Það voru þetta bara gerðar úr fréttatilkynningar og allar þessar upplýsingar, allar upplýsingar með hálfsársuppgjörið liggja fyrir á vef Orkuveitunnar. Í 5. lið, þar erum við að greina frá stöðunni hjá Carbfix og við auðvitað bara fylgjumst vel með gangi mála hjá Carbfix, við sem að sitjum í stjórn Orkuveitunnar. Þetta félag sem er í mjög spennandi verkefnum og er alveg á brúninni að fara að vaxa mjög hratt
á næstu árum í mjög spennandi verkefnum. Á fundi 356 í þriðja lið þar farið yfir fjárhagsspár dótturfyrirtækjanna og samstæðinnar og til að gera langa sögu stutta þá bara lítur allur rekstur bæði Orkuveitunnar og dótturfyrirtækja hennar mjög vel út til næstu ára. Ljósleiðarinn í kannski svipari stöðu og við vorum að fara hér yfir með fjárhag Akraneskaustaðar. Það að segja að þar hefur verið fjárfest mikið á síðustu árum. Þegar að næstu ár í rekstri ljósleiðarans munu fara svolítið í það að jafna bara stöðuna eftir mikla fjárfestingar og dýrar á síðasta ári og það síðasta. En við höfum mikla trú á því að það muni ganga vel og plönin líta mjög vel út. Fleira ætla ég ekki að fara yfir í fundargerðum Orkuveitunnar en hafi bæjarfulltrúar spurningar þá eru þetta að gera að spyrja hér og get ég ekki fara hér að þá að sjálfsögðu get ég sótt fundargögnin og flett upp hlutum til að finna svör við spurningum. En orðið laust við fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur. Ykkur óskar. Það er fulltrúi Einar Brandsson. Svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég svo sem ekki með spurningar til okkar manns í stjórn. Mér langar bara að nota þennan lið til að koma hér upp og segja frá kynningu sem var á í hádeginu. Það var núverandi framkvæmdastjóri Orkuveitunnar, Sævar Þráinsson, fór með mjög metnaðarfulla kynningu fyrir okkur sem voru á þessum fundi. Og ég verð að segja að það var alveg stórkostlegur munur og málflutningi þessa forstjóra heldur en fyrri forstjóra Orkuveitunnar í svona 12 ár, 12-14 ár. Hefur verið algjör stöðnun í Orkuveitunni hvað varðar orkuöflun. Þar sem að þáverandi forstjóri hafði þá trú og gat samfært stjórn, allavega meirihluta stjórnar það að það væri til nóg orka í landinu og Orkuveitan þyrfti ekki að leita að frekari orku. Eins og við vitum að þá það sem okkur vantar í dag á þessu svæði, atvinnusvæði Akurnesinga, það er orka. Þannig að við getum laðað að okkur fyrirtæki og þau fyrirtæki sem hafa óskað eftir því að fá orku eða fá að koma inn á svæðið hafa ekki möguleika á því allavega á næstu árum vegna orkuleysis. Þannig að við skulum bara þakka okkar manni fyrir það viðsnúning sem hefur orðið á í Orkuveitunni. Bæjarstjórnir undanfarna kjörtímabila hafa sent ítrekað áskoranir á stjórn Orkuveitunnar og ég veit að okkar fulltrúar í Orkuveitunni hafa talað fyrir því að Orkuveitan færi að hugsa það sem hún í rauninni hún orkufyrirtæki og selur orku og á stöðugt að vera að finna nýja leiðir til þess að auka það. Þannig að hrós á nýjan forstjóra því að
þegar ég fór stundum þegar sveitarstjórnarmenn voru boðaðir í höfuðstöðvar Orkuveitunnar á kynningar og annað, að þá var ég hreinlega að segja að ég hélt að ég hefði villst á fundarstað og hefði verið og væri komin á einhverja fund og kynningar hjá auka umhverfishópum. Þannig að pluss okkar mann fulla ferð og takk fyrir. Fyrir bæjarfulltrúa Einar Brandsson, ég tek undir það að það er allt önnur orðræða sem núverandi forstjóri hefur frammi heldur en síðasti forstjóri og svo en ég vil líka taka það fram að mitt samstarfi fyrirverandi forstjóra sem stjórnarmanns í fyrirtækinu var mjög ánægilegt og mikill og góður fagmaður. En ég vil líka árétta það að auk þess að það hafi verið skipt form forstjóra, þá hefur líka verið skipt stjórn og stjórnin hefur sett fyrirtækinu nýja stefnu. Það sé aðalmálið. Og í þeirri stefnu þá kveðið á það að fyrirtækið ætli sér að auka sjálfbæra og græna orku framleiðslu til næstu ára. Og meðal annars þess vegna þessi jarðhitaleit í gangi, meðal annars þess vegna verið að skoða kosti fyrir vindorku og svo framvegis. Þannig að þetta líka það. Það jú, vissulega nýr forstjóri en fyrst og fremst ný stefna fyrirtækisins. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir Orkuveitunnar? Og ekki, þá teljast þessar 4 fundargerðir stjórn Orkuveitunnar framlagðar. Fleira ekki á dagskrá þessa fundar og ég þakka bæjarfulltrúum fyrir líflegar umræður og hressandi á þessu fundi og hlakka til samstarfsins núna á milli umræðna fjárhagsáætlun sem að við tökum það nesti sem að við höfum aflað okkur í dag og tökum það með okkur áfram til þess að vinna áfram í okkar áætlunum og beturbæta þær enn frekar fram að síðari umræðu að 10. desember. Segi þessum fundi slitið.